Við byrjum því að fara live á YouTube innan skams. Hérna erum við. Hérna erum við. Bang. Já, kæri hlustundur, það er fínt að lóta sem heilsar ykkur á seint á mánudegi. Smá tæknileg bilun sem að fresta aðeins þættinum fyrir þá sem ætluðu að hlusta live á YouTube. Tæknileg bilun og heila bilun þér og Það er ógæðislega mikil fyndni í stúdíónu en það er að sjálfsögðu Garpur Fletcher sem að er gestur vikunar. Garpur, velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir það. Alltaf gaman að fá þig. Gaman að koma. En við og Garpur sjáum auðvitað lýsinguna á ljósanótt. Hérna haustbikarmót HNÍ fara af stað, fyrsti dagur á ljósanótt. Ég og Garpur Fletcher sáum útsendinguna á meðan Biggi var veikur heima. Átt að vera í Wolverhampton með strákunum í Mjölni sem að börjast á Golden Ticket, 29. 29. Með, jöfnum árangri, 1 sigur, 1 tap. Það er bara eins og gengur gerast. 1 sigur, 1 tap og fullt af reynslu. Það var Íslendinga, það var útrásavíkingar sem að fóru til Póllands, rökuðinn fullt af velunum á ADCC Trials og Open. Svo náttúrulega UFC Notsi næstu helgi eitthvað. Það er smekkpakkað þáttur. Já, fullt af Íslendingum með Lettlandi bóksararnir að gera það ógeðslega gott. Já, strákunir í Bóatýr og fleiri. Bóatýr, VAPC, og eru ekki einhverjir frá HR líka? Jú, einhverjir. Ég veit svo sem ekki niðurstöðun á því. Nei, þetta var bara svo mikið í gangi þessa helgi að bara einhver ómögulegt að halda utanum þetta. Og við erum svona búin að vera að biðja um upplýsingar og við erum eftir að fá eitthvað en við erum búin að fá eitthvað sent til okkar sko. Já, þannig að við erum svona misvel undirbúnir. Þetta var svo fáránlega mikið maður. Þetta er þétt pakkaðasta bardaga helgi sem ég man eftir. Já, það var allt að gerast. Það var allt að gerast. Það var svo fyndið og það var ekkert í gangi síðustu helgi. Þú veist, ekki dillt þess aðeins. Já, nákvæmlega. Ég var bara með 7. september svona á kalendarinn mínu og bara, mér leið svona eins og ég var að fara í eitthvað svona Vietnamstríð. Ég bara, þú veist, today's the day. Já, maður er ekki hægt að halda utan alla þessa bardaga á sama tíma, sko. 100% ekki. Og svo var náttúrulega partí í mínigarnu til að horfa á strákana í Mjölni og UFC í París. Hvernig fór það? Var það ekki gott stöf eða? Bara UFC í París. Já, eða mínigarnu. Já, var ekki stammar eða? Jú, og var sett met í róttökum. Já, 9 róttök. 9 róttök í París. Það er eitthvað við París. Það hafa alltaf Parískörn, það hafa alltaf deliverað, víst. Já. Krátið geggjað. Já, það var bara komið svona fútbolstadium stemning, allir að syngja og eitthvað skilur. Já. Það var alveg rosa stuð, sko. Það er nefnilega lúmsku dólgur í frökkunum. Já. Og öll prílims enduð með finissi. Já. Þegar að main event, main card útsendingin var að hefjast, lýsendinni, maður sá bara eitthvað svona hlakkaði í þeim. Það voru bara eitthvað, það er eitthvað geggjað að gerast inn í kvöld, sko. Það er orka í salnum með það. Herri, ef við ekki bara byrja í, ef við ekki taka bara í svona röð. Ef við ekki bara byrja í hefileikamótinu í Keflavík. Chronological order. Chronological order. Já, það er hefileikamót HNÍ sem var haldið með pomp og prakt á ljósanótt. Það sem að, sko, HNÍ setti allt í þetta mót. Þeir fengu ljós hjá Luxor, þeir voru með tónlistaratriði í svona halftime showi, slögt ljósin, þetta var proper stemning. Þetta var minna klubbamót, þetta var í höll. Já. Og svo Icebox Light. Já, Villi var þannig að mættur að kynna og... Já, Villi mættur. Já, einmitt, þá veit maður að... Það veit maður alveg. Það er ekki sjálft til að Villi mættur. Einmitt. Og bóksaði kvöldsins vann 100.000 krónur í beinhörðum penningum. Sæll. Var það bara skjalataska? Ég reyndi að mista því, ég þurfti að bruna þér það fyrir vinnuna, sko. En ég veit hverju hann þetta. Þeir floppuð á því, sko, að við letum bara fá umslag. Þeir hefðu þetta koma inn með svona skjalatösku og það sé bara umslagið skjalatösku. Eða svona Giant Jack. Það hefði verið mesta stemningin, sko. Giant Jack hefði verið best, sko. Já. En skjalatöskan hefði verið góð, sko. Eitthvað svo skrítið að fá þetta, skilur í einhverjum umslagi bara. En það er best að hafa þetta svona WWE-stemningu. Það sem einhver svona er kynntur inn, hann fær skjalatöskuna, svo kemur einhver gæi og svona joke og rotar hann og tekur peningin af honum og svona. Það er svona drama, sko. Já. Hver vann hérna? Það var Bjarni Otto. Já. Comeback. Já. Ekki var hann boxað í 10 ár. Já, kemur bara og hrifsar 100 ár. Tókur ekki bara þá til að taka þessi peningaverðin. Já. Skilur. Bara heimamaður. Já, bara loksins mætir bara og tekur þetta. Peningaverðin. Hann bara heyrt á verðlaunum og tekið hanskana á hillinni. Já. Og bara, unni fyrir þessu. Já. Og þetta er alltaf bara kostning, sko. Það var, vinsælisti boxarinn í rauninni, sko. Já. Á deginum. Já, emitt. Er hann ekki vinsæll Keflvíkingur, hann er Víkingur, hvort er hann?
Ég veit það ekki, hann var einu svona alltaf í HR sko þegar hann var í den sko þá var Hann er í alltaf háferð núna, ekki? Jú, hann er heimamaður svo sem kemur ekkert alltaf mikið á óvart sko Nei, bara kóngurinn í Reykjanesbæ Já, Þú veist, vinnur hans, herra Keflavík en hann er kóngurinn í Reykjanesbæ, eða ekki Bjarni jó, Hann er það myndi núna, hugsa það. Já, núna eftir þessa framistuðu Já, þetta var líka geggja Hérna, ef að renna yfir úrslitin áður en við hérna diskuturum hans væðarna Já, gerum það, Það ekki? jú Herri, meiniventið, Sigurjón Guðmundsson frá Bóðatýr, hann sigraði sinn fyrsta bardaga og það gegn Ágústi Davíðssyni, einróma. Bjarni Óttarsson sigraði Alvaro Herendero frá Æsi, Bjarni sigraði einróma og var jafnframt Blue Boxer í kvöldsins. Tristan Máni frá Hnefalækafélagi Akranesar sigraði Alex Orra með einróma dómarákurinn. Gauti Már keppti gegn Jóni Ólaf en Jón Ólafi sigraði einróma. Max Anglo átti að vera á þessu kvöldi en hann ég var næstum að segja fjall frá en hann dróði sig úr bardaganum Seymar Omar frá Hnefalækafélagi Reykjavíkur kom inn í staðinn og keppti á móti Carles Belenguer sem ég hafði nú ekki séð áður bóksa Nei, ég hef ekki séð hann heldur sko en Seymar Omar vann svona fremur samfærandi og einróma Guðmundur Máni sigraði einróma gegn Braga Freyr og Kristján Eðvarsson sigraði með meirihluta ákvörðun gegn Sindra Þór frá Hnefalækafélagi Hafnarfjarðar. Krissi keppti á móti Volodymyr Moskichov frá Hnefalækafélagi Akranesar og þurfti að sæta lægra haldi en Volodymyr sigraði með einróma dómarákvörðun og Arnar Geir frá Hnefalækafélagi Þórs sigraði Ísak Loga Víver með einróma. Þetta voru allar viðurkennar, 9 talsins. Já, sæll Sko, allir bardagarnir þetta voru allt U19 bardagar. U17 eða ekki Þú leiðir þetta mig sko, ég held að þetta væri allt U17 Nei, U19, það stóð á blaðinu U19 Já, það stóð á blaðinu U19/U17 en já, þetta var annarkvæmt allt U19 eða U17 Já, ég veit ekki, ég er ekki alveg viss Nei, það var Allt Jú, það kollisaði það sko Nei, allir, nei, fyrstu 4 bardaganir Nei, já, ég meina það Já, ég er að klást við heilabrófall Já. Ég er að reyna að halda einið því sko Já Þetta eru fyrstu 4 viðurregnar voru annarkvort á U17, U19 og svo voru 5 sem voru þannig elít Já, einmitt, Bjarni Óttarsson er vissulega ekki 19 ára Nei 10 ára eitthvað comeback story Þetta sjáum við það var 5 ára Já, lagði halskana hilluna 9 ára og gefið núna tilbaka Nei, vissulega ekki, já, hérna U19, allir U-barðarnir voru U19, skilst mér Já, ok Það sem ég ætlaði að segja Það er ég að leiðri þetta hérna Já Vídeónu mín Ef þið hefðu kosið Blue Boxera, hefðu þið valið Bjarna? Ég hefði kosið Bjarna Já, ég hefði örugglega kosið Bjarna líka Já. Mér fannst þetta verið milli hann sko eða hérna Kristján Eðvaldsson eða Eðvarsson Já, mér fannst hann líka standa sig mjög vel Einmitt, það er mjög sanngjarnt Já. Mér fannst Seymar líka mjög segur Já, Ég hefði gaman á honum já og svo náttúrulega var þetta slökkurfest í meinivettinu sko en ég gæti ekki sett ykkur Blue Boxera þar Nei, ekki beint Nei, ekki beint Náði Ágúst að standa aðeins í sigurinn eða? Já, ég fór vitlaus með mál sko Ég sagði í útsendinguna að þetta væri rematch Mér myndi eitthvað meina að þeir hafi keppt áður Er það rétt hjá mér eða? Nei Ég held ekki Þeir sko voru í sko, Sigurjón var í A-flokki og Ágúst var í B-flokki á síðasta byggamóti sko Já, einmitt Ok, mér fannst eins og þeir eru keppt á VFBC sko Ég var alveg til að gleypa við því sko Já, einmitt, já, mér myndi það nefnilega líka En ég held að ég fari vitlaust Ég held að það sé ekki rétt sko Já. En ég held að Sigurjón hefur farið á móti náttúrulega Magnúsi Kolbirni Já, ég geti verið að Já. Hann var búinn að fara bæði á móti Kolla og Elmari Já Já, Þannig að veist, það er búið svolítið að henda Sigurjón og Armandas líka Já, og Armandas Já, einmitt. já Einmitt Ég held að fyrsti barðaðina sem hafa verið á móti Armandas einmitt Svo tók hann á móti Magnúsi Kolbirni og svo Elmari og svo núna Já, það getur verið Þú þá gaslætaði mig, ég halda það Já, ég bara Svo líka, ég held að Sigurjón hafi farið í einhver ferð út að það ekki Jú. Var ekki eitt barða í Lettlandi Jú, ég held að Nú fór ég ykkur að kenna sér Já, þetta var fyrsti sigurinn hans, sagði hann Já, mér finnst það geggja Já, Mér finnst það geggja en hann kom vel undirbúinn inn í þetta Já, Ég held að hann sko, Ágúst var farin að anda svolítið djúft Já. og verið með opið munnin svolítið bara í fyrstu lúti Mm. En Sigurjón, það er svona, maður sá ekki á honum nein þreytumerki fyrir svona seint í annari lúti já, Þannig að já, hann var alveg svona í svona einni lótu betra formi heldur en Ágúst já. Það var alveg svona Já. frekar greinilegt Þegar þetta hefur svolítið verið hjá Sigurjóni að hann verður svolítið
fljótt reittur þegar hann næri svo hann að stífa jabbi og meðgur þá hann svolítið til á charge hann bara svolítið inn og gassaði svolítið fljótt við það sko en núna þá náði hann eitthvað meina stíga fljóta tilbaka og bara halda áfram að anda og þá eitthvað meina virtist hann endast bara endalaust sko þegar Ágúst einmitt venjulega Ágúst alveg bara stick a move og ágætlega ferskur ennþá í þriðju og þarna var hann alveg svolítið bugaður á því sko meira venjulega þannig Sigurjón virðist vera hann að finna einhverja leið til að láta þetta duga sko við fengum leiðréttingu frá We're Boxing Smart á YouTube en það voru vist einhverjir U17 þar já sko já það hlaut að vera þú varst að reyna að gaslýsa mig sko við erum geggjaðir saman við trúum bara því sem hinn segir það er það ekki að mótmæla neinu áfram gagg We're Boxing Smart greinlega veit hvað hann syngur hann greinlega smart þetta ekki Arnór eða? Jú, allir það ég held það Þú er hann með puttan á púlsinum já vel gert Ég held að hann var eitthvað að þjálfa og með eitthvað grúska síðu eitthvað margfaldur Íslandsmeistari í sig íþrótt eða eitthvað já, einmitt með eitthvað keppendur með eitthvað keppendur líka einmitt ég eiginlega veit ekki hvað ég get sagt meira en þetta en mér varst Sigurjón einhvern veginn alltaf sigursamkvæmlegri í þessum barða já, ég er mjög sammála því já, ég held að það hafi ekki verið það erfitt að dæma innúma til Sigurjóns það hafi ekki bara unnið þetta 30-27 jú, örugglega er það ekki svona frekar sanngjarnt bara jú, ég myndi segja það já, herru Bjarni Óttós með comeback sitt gegn Alvaro Herrendero Alvaro er náttúrulega svona kickboxer og MMA fighter já 10 MMA barða á fætnum þannig að þú veist, eins og ég sagði í útendingunni svona segjum þér að þér finnst gaman að berjast án þess að segja mér að þér finnst gaman að berjast já þannig að en þetta var nú svona tildulega sannfærandi hjá já, mér finnst hann líka að taka þetta allt sko já og svona hann er rosalega ákafur boxari já Bjarni var hann alltaf svona já, hann hefur alltaf verið svona já. hann tók minna svona hann hefur venjulega verið líka að leika sér ótrúlega mikið með Philly Shell allavega á æfingum sko og ég er alveg með ágætt af Philly Shell sko já. En hann er alltaf hoppandi og skoppandi og alveg verður ekki þreyttur sko einmitt það hefur svolítið verið þindalaus sko já, einmitt maður svona hefði haldið svona just að því að það bara segja við mig eitthvað svona já, hann kemur nú inn með hann er ekki bara að boxa í 10 ár þannig ég átti einhvern veginn von á manni með bumbu já, nei hann er í fantaformi sko já, greinilega og mitt byrjar alltaf einhvern veginn með vinstra hendina svona lágt niðri og einhvern veginn svona tilbúin já, með fylliseli tilbúin að rúlla öxlinni og mér veist alveg Alvaro eiga mjög erfitt með það að þú veist, fyrsta höggið er þessi vinstristungan og kemur einhvern veginn svona blind niður frá skilur þannig að þú byrjar bara, þú ert einhvern veginn svona oh shit skilur og svo þegar þú komin í oh shit að þá er hann bara, charger hann bara fram og þú fæði bara endalaust að höggum í þig og svona, þetta var rosalega erfiður barndæg fyrir Alvaro já, hann virtist samt eitthvað meina hann var alltaf brosandi en þetta er oft svona með kickboxið og MMA-ið sko það er eitthvað svona skrítið með að bara nota hendurna sko þá er distansið alltaf öðruvísi og þá eru stundum bóksararnir bara að leika sig með gaurana sko þannig að Alvaro virtist ekki alveg ná að koma sér að stað strax bara en virtist samt ekkert verið eitthvað svona það var ekkert rúst, það var ekkert að berja hann eins og harðfisk sko þetta var ekkert mismatch nei, alls ekki 100% ekki þannig að svona, en Alvaro var svona, einmitt komst aldrei almennilega inn í nei, náðu stundum að svara alveg ágætum höggum sko já. með ágætum höggum en og ég held að svona stíllinn að spjatna og svona hvað hann er bara, það var svona gaman að horfa á hann já. Það var bara gaman að spennda að horfa á hann og var svona, já, þetta er Blue Balls boxari kvöldsins já ég er sammála Blue Balls lúmski brandari dagsins Blue Balls boxari kvöldsins já, nóg til að koma bygga í hóstakast já, það er rétt ég einmitt sko, það er eitthvað bardaði hérna inn á HNI síðunni, myndi eftir hann sko síðan 2019, þá er þetta mitt Bjarni á móti Arnóri þjálfara á Íslandsmeistaramótinu úrslit elite mínus 75 kíló Arnór tók það bardaði sko en það er mjög, ég horfði hann á bardaði nýlega hann er mjög góður sko já. Og þá er Bjarni mitt og maður getur hort á stílnans þar þetta er bara sama dót sko síðan fyrir 6 árum sko Varst þú að filma það? Nei, reyndar ekki sko Fyrir þinn tíma já, fyrir minn tíma sko hvað ertu búin að vera að filma lengi? Ég byrjaði bara 2020, bara þegar ég byrjaði aftur í bóksuna eftir einhverja pásu, ég held að það sé bara 2023 eða eitthvað já, ok það er ekkert búið að vera lengur en það sko ég man bara þegar ég kom aftur í sportu og fór á fyrsta byggamóti hjá HNI í nýja húsnæðinu hjá CBA að þá fannst mér eitthvað svo geggjur stemning og geggjur mæting hjá allum og þá var enginn að taka upp og þá var ég bara, hvað er eiginlega í gangi?
bara af hverju enginn að filma þetta, það voru alltaf eitthvað svo góði boksarar og eitthvað meginn bara andrúmslofti var bara svo gott eitthvað, ég hugsaði af hverju ekki RÚV eða eitthvað skilur að broadcast þetta, bara frítt inn og slatta fólki og gegja húsnæði orkan sem að mynda í bóksunni sko. Þannig mér fannst það eiginlega bara og þá eitthvað meginn fekk ég bara þessa dellu sko, fór ég bara heim og spurði mömmu að fá að lána hana myndavélina fyrir næsta mótor og mætti bara á það sko. Og hún náttúrulega sponsað strákið sinn? Ég er sponsored by mom sko. Ég er sponsored by mom, það bara svoleiðis sko, ég hef ekki ennþá lagt í það að fá mér mín eigin myndavél sko. Nei, en það algjör óþarfi að mamma að sponsa svona. Já, þetta er bara besta sponsor sem maður getur beðið sko. Já, sem ég gegja, eru hérna barndagættinni frá Keflavík, eru þið komnir inn á? Já, kom í gærkvöldi. Já, þú er svo fljótur að þessu. Já, ég var aðeins seinna en ég ætlaði mér sko. En jú, kom í gærkvöldi. Gegja. En við sem svo geggja hvað oft bara þú ert bara búin að uploada þessu bara eftir klukkutíma eitthvað. Já, stundum er ég með, ef ég hef aðeins meiri tíma til að undirbúa mig sko, að þá er ég stundum bara meðan ég er að taka upp að þá er ég í tölvunni að gera promptin eða fyrir YouTube sko. Þá er ég að skrifa alla lýsinguna því að þetta er eiginlega mestu tímið fyrir að copy-pasta og finna nöfnin og þyngdina og setja þetta allt inn í descriptionu og eitthvað. En stundum er ég búin að vinna þá undirbúningsvinna, þá er ég bara graður, fer heim, uploada bara beintin á tölvuna og þá er þetta komið bara eftir 2 tíma max sko. Ég reyna að gera það svolítið eftir Icebox sko, því að ég veit að sumir skilur mikið að keppendur þegar að vinna mikil svona sigur víma í gangi sko, skilur að þá er fólk alveg spennt fyrir því að geta farið bara strax á YouTube sko. Já, logar alltaf síminn þinn. Já, allavega eftir Iceboxið þá er allir bara komnir á flöskubor og ótt og vilja bara sjá partaðan sinn, skilur og þá er ég búinn að græða óttast, búinn að græða það sko. Já, ekki. Ég hefði alveg vilja sko að taka eitthvað svona Keflavíkur svona jam eftir það var stemning í bænum. Það var rosalega, bara maður komst alltaf út, það var bara fótboltaleikur á móti og fólk með bjór og eitthvað. Já, djöfis stemning var. Já, það var rosalega gaman. Sko. Já, ég held að gera það aftur. Að haustbikarmóti byrji alltaf núna á ljósanótt. Það væri geggjað. Það væri náttúrulega bara geggjuð hefð. Já, nákvæmlega, og það verði alltaf svona flott svona bæjarhátíðs dæmi. Sem að bara hljómar. En sko var þetta, skilur eins og Luxor og allt öll þessi umgjörð sem var núna, var þetta bara þegar það var ljósanótt eða er HNI bara að rífa bikarmótið upp á eitthvað annað level? Þeir eru að rífa bikarmótið upp á annað level. Þannig næsta umferð ætti hún að vera á pari við þessa fyrir utan mögulega salin eða húsnæði, skilur, er það þá? Það er allan að sko, það eru komnir einhverjir styrktaraðilar og einhverjir sem að setja pening í það sko. Sem var eins og Klaki, Shave Cave, Humarsalan.is, nú er ég að gleyma einhverjum, Luxor. Já, Luxor. Og það er einn í viðbútt. Einhver mystery, eða svona bara Blue, eitthvað, Blue-höllin eða eitthvað sem að ég held að þetta er alltaf að halda á Blue bílalega eða eitthvað, er þetta ekki það? Eða var þetta höllin sjálf, ég veit ekki. Já, það er bara góð spil. Og náttúrulega einhver hlandvolgur klakið hann út allt sko, bara skilju, ég er ekki sponsoraður sko, en hann var helviti volgur sko, en skilju, gott að hafa einhverju sponsora, gott að það sé eitthvað fjármagnana, skilju. Formaðinn Hefurleikafélagsins hefði nú getað sett hann inn í ískap fyrir okkur fyrst. Guð. Ég skil ekki hvernig það rataði ekki efst á forgangslega. Nei, einmitt. Volgur klaki. Þannig herru, við óskum Bjarna, til hamingju með endurkomuna og fyrir 100 krónur í cash. Hvað ætlar hann hafi gert með penningin? Hvað myndir þú gera við Blue penningin? Ég reyna að segja ekki Blue Balls. Hvað myndir þú gera við 100.000 krónur í cash sem að fara fyrir að vinna boxbalta? Vitandi að það er jam kvöldi á ljósanótt. Ég er náttúrulega bara verðandi pabbi sko, ég myndi örugglega kaupa barnadót eða reyna að stelast í að koma með PlayStation 5 bara. Ég er svo mikill, skilur, það er svo peningur minn. Ég færi ekkert bara á flöskubor og átó eða eitthvað sem það er Keflavík sko. Bleiur eða... Já, einmitt. Erfitt val sko. Ég var svona einhvern veginn að fiska eftir einhver svona spýtt og brísar svari sko. Nei, svo tíðliðin. Það er ekkert svo leiðis í gangi núna sko. Nei, byggi. Það er bara strip club sko. Já. Allt í singles. Breyta þess í 100 krónar seðla. Já, það make a sense. Já, en þú, hvað myndir þú eða honum í? Ég er sem mikil svona fæðibóta efnagæði sko. Ég færi örugglega bara myndi kaupa mér eitthvað Unbroken eða Yngling-dót eða eitthvað. Fáið þið það ekki, eru þið ekki sponsoraðar af því eða? Maður var aldrei nóg sko, maður var meira og meiri testa sko. Ég er sem svo leiður, ég væri eitthvað svona, vá, auka pening, ég myndi fara með þetta inn í hraðbóka og leggja inn á sparnaðarinn hengið minn sko. Ég er sko, nefið mitt er rosalega stórt. Já, veistu hvað, það er örugglega bara best að svara við þessari spurningu, bara spara þetta. Já, spara þetta. Spara þetta. Ég er alltaf bara svona, hvort myndi ég vilja kaupa þetta
eða ávexta þessu á 6% vöxtum til æviloka. Íðlegasti gauð sem það finnur. Ég held að þú myndir kaupa krypto fyrir þetta. Ég myndi líklega kaupa krypto. Jú, það er alveg rétt. Eða eitthvað tæknindót. Já. En spurningu Bjarni hefur gert, við hefum átt að spyrja hann að því. Herru, Tristan Máni mætti Alex Orra Ívarsinni frá HR. Sko, nú þekki Alex ekki neitt, en hann fann sig bara alls ekki þarna á þessum degi. Ég var næst í aftur búin að segja kvöldið, yfir kvöldið, en hérna, hann var bara rosalega setning í gang og kannski auðveldur dagur í skrifstofunni hjá Tristanum hana. Já, svolítið, sko, mér fannst eins og Alex hefur nú barist áður, hann barist hann á móti Pavel. Já. Á saman byggamóti og ég kefti á, hvort það var 2024, februar. Þá lendi hann eiginlega svolítið í sama og hann lendi í núna, sko. Átt svolítið þunghögg snemma og eitthvað með náði aldrei að jafna sig á þeim beint. Hann var svolítið bara svona kildur svolítið hart hana í byrjun, slöknaði svolítið á honum, en hann kom reyndar ágætlega tilbaka hana. Já. Leið og hann fór svolítið á framfótinn og byrjaði að sækja meira, þá virtist hann ná betri árangri, sko. En Tristan virtist aldrei í einhverju raunverulegri hættu á mótunum, sko. Nei. Krúsaði bara svolítið í gegnum alla lótuna, náði hann svolítið miklum, sá alveg þegar hann fekk eitthvað hann að högg sem var á nefið eða eitthvað í fyrstu lótunni, þá er svolítið slöknaði bara á Alex, sko. Já. En hann er ennþá komið sér inn í þetta, virðist vera. Það var bara dagi 2 hjá honum allavega. Já, hann var sjáanlega svektur, sko, þegar hann tekur hanskan af sér og steipir þeim í gólfið, sko. Já, grítið þeim af sér, sko. Já. Sem var svona eiginlega þingsta högg sem að þessi hanskar. Sorry, ljótt að segja. Það er ljótt að segja. Nei, þetta var ljótt komið. Nei, já, hann hérna, það er eitthvað, því að ég veit að hann er búin að vera allavega ágætlega duglegur að æfa, sko. Já, það virkaði eins og að hann nætti helling inni, sko. Já, einmitt, já. Ég held að hann náði bara ekki alveg að koma frá að sína það sem hann, því sem hann er búin að vinna í, sko. Einmitt, hann er svona klárlega með byssur, sko, en einhvern veginn tekur ekki gikkinn, sko. Já. Þannig að svona, já, mér fannst það að vera svona svolítið staðan, sko. Það er líka bara oft sem gerist þegar maður étur þunghögg snemma og þú veist, þá dættir maður í meira svona survival mode. Já, annarkvort bara býtur maður, það þarf ákveðið hugafar til að bara býta niður á góminn og slengja frá sér strax, sko. Einmitt. Þannig að þetta hægði mjög mikið á innkomuna hans í bardaðan og hann virtist þannig allavega í lótu 2 fannst mér að aftur svolítið svona kom einhver dampur á hann í lótu 3. Lóta 2 fannst mér alveg ágætur, sko. Virtist það að vera að ná að jabba hans meira og taka eitthvað pláss í ringnum og vera svolítið ákveðnari, sko. Mér finnst svona Davíð núna svona aðeins rífan í gang svona á milli lóta, sko. Já. Og svo endist það kannski í svona 30 sekundur eða eitthvað. Já. Það sem hann átti kannski svona góðan 30 sekundur kafla, þá var bara svona, ok, þetta er flóti bóksari. Já. Og svo svona bara, þegar peppið búið, skilur. Það var svona rispur. Og þá Tristan bara einhvern veginn. Já, hann var bara þægilegur svolítið, sko. Já, svona öldaður á skrifstofunni, sko. Var þetta ekki vinstri hendina sem var svona kannski... Jú. Ég er svona aðeins fann að slá saman, sko. Það var þetta ekki vinstri krókarnir sem voru kannski að lenda mest á honum. Jú. Grípa Alex þannig að hann var aðeins að sofna á verðinum, sko. Já. En ég er allavega ekki með hjá mér. Hefur þú séð Tristan áður boksa? Já, alveg með líður eins og ég hef síðan áður. Já. Er þetta ekki sonur Jóns? Jú, þetta er strákurinn hans Jóns Lúðvíks formanns. Jó, ég er nú einhvern tímann síðan. Já, mér líður þannig, sko. Svona, og hvað það... Man ég ekki alveg hvernig rekordað hans er. Hvort þetta sé fyrsti sigur hans í elítflokki eða hvað. Eða svona eftir hann tóku svolítið hvað. Er þetta ekki hérna We Are Boxing Smart? Er hann ekki að fact-checka? Já, herru, halló. Hver er að sofna á verðinum núna? Kommentakerfi, halló. Pick up the pace. Já. Þannig að hérna, ég manna ekki hann. Þetta er þarna strákurinn hans Jóns Lúðvíks og hérna hvort að hann hafi ekki fundið svona sinn innri warrior þarna. Því ég heyrði ykkur út undan mér að hann væri stundum svona ekki alveg með hundin í sér, sko. Já. Og það væri svona góðu sigur fyrir hann, sko. Mér fannst hann líta vel út, sko. Já. Tæknilega, rosalega flottur. Já. Bara, þú veist, það var að gera mjög flotta hluti og erfitt að grípa hann og vinstri hendin sjarp, sko. Þannig að bara glæsilegur, sko. Ég heyrði sko út undan mér, og ég veit ekki hvort það ætti eitthvað að vera að segja þetta, sko. Ég heyrði út undan mér að Jón formaður hefði verið svona olbúa fólk og segja, hvað listir ekki vel á Tristan? Já, sem blúboxar að kvöldsins. Já, fyrir kæst máni.
Það er ekki vel á hann. Þessar samsæriskenningar hefði farið á flug ef hann hefði verið valinn maður. Það hefði verið Það hefði verið eitthvað sko. Já, það hefði verið eitthvað. Já. Ég svona reyna að velta fyrir mér svona... Þetta eitthvað smart play að hafa ekki inn á keppendalistanum Tristan Máni Jónsson sko. Ég fór í þetta sko. Ég fór að skoða hvernig þetta var skráð og svo. Já, það var nú eitthvað verið að hrauna við keppendalistan að það væri ekki skráð sko hvers son þú værir. Já. Það hefði verið út af þessu. Þetta stundum, það var eitthvað, skilju, allavega í þessu skjallaðana sem þú varst með, það var eitthvað spes allavega keppendaskjalla sem ég fekk, þá átti þetta einmitt alltaf vera U19 bardagar og sumir voru bara skráð vitlaus félög og eitthvað. Já. Þannig Villi var í smá baslega þetta kvöld sko, hann var alltaf að vera leiðréttur eftir á hann eitthvað, ásakið, auðvitað hann frá Reykjanesi, og maður er bara svona, já, skilju, það vita allir í salnum, skilju. Nákvæmlega, ég finn til með Villa að fá svona mikið. Já, Villi sagði líka bara það verður einhverja, skilju, bara það verður að passa upp á þetta. Já, það er eðl, að því að Villi gerir það svo vel, sko, hann er svo góðu kynnir. Segir bara með bara kókraustu, með passion í hjartanu og er bara að lesa einhverja vitleys á einhverju blaði og þetta er bara... Greið, Villi. Gekki að hafa Villa þarna til að kynna. Já, mér finnst það. Gerir þetta ekta. Það gerir þetta almennilegt, sko. Já, fyrsti... Nei, ekki alveg fyrsti main event bardaginn. En Gauti Már, sem held ég annar main event bardaginn, mætti Jón Ólafi Haraldsinni frá Þór. Jón Ólafur sigraði einróma, en erum við með skoðun á þessum bardaga, Garpur? Þetta var einróma ákvörðun? Einróma ákvörðun og kannski svona freka mikil einstefna allan tíma. Já. Gauti Már tildulega óopinn að fá blóðnassi snemma. Já. Kannski svona, maður verður ekki svona pínuð ragur á sama tíma og Jón Ólafur verður ekki svona peppaður yfir því að sjá ansækið sinn með. Já, það hefur náttúrulega rosalega áhrif leið og maður sér blóðið í bóksuna það munar alveg mikið það sko. Já. Bara upp á öndun og... En jú, hann var bara... Fannst hann, skilju, það var eiginlega eina countrið sem hann var með, hann Gauti. Já. Var einhver hægri hendi. Bara Jón Ólafur náði bara að lesa hann eins og bók sko. Já. Bara hvert einasta skipti, hann vissi nákvæmlega hvað var að fara að gerast. Hann var að fara að króna af gangi veg fyrir hann, kom hann út í horn jabba, svo bara pullback, því hann vissi að það var bara eina höggi sem var að fara að koma frá Gauta var að fara að vera þessi hægri hendi og einn krókur og alveg sveiplandi, bara, hann gæti alltaf séð hann koma, steg alltaf bara jab, pullback og kom svo inn með eitthvað combination, náðan með hvert einasta skipti og svo var þetta bara Gauti náða að sörkla út hann var stoppar í næsta horni og það sama gerist aftur. Já, það virkaði sem svona desperate hug sem var komin út alveg út í kaðalana eða alveg út í horn og bara hvernig losnaði út. Þetta var alltaf það sama. Swing for the fences. Já, og líka bara eitt hug sko. Þetta var alltaf bara þessi hægri hendi og þetta er náttúrulega, þetta er svolítið skrítið ef ég mann rétt, þá Jón Ólafur held ég Southpaw sko. Já. Hann Southpaw sko. Já. Þannig, þetta var svolítið, hann vissi alveg að þessi hægri hendi væri að fara að koma. Kann alveg á hana, en ég held að virtist Gauti, hann var ekki alveg eitthvað með virtist ekkert bara hafa neitt svar við þessari vinstri hendi, sko, vinstri beinu. Nei, einmitt. Og hann líka svona ekki að sörkla til hægri, ef ég man rétt. Jú. Og svona kannski að sörkla í ranga átt. Lappa inn í hendina. Já, lappa inn í. Ekki alveg að justa því að ansækjurinn sé Southpaw. Þannig að þú veist, þú ættir í rauninni að fara frá power hendinni, skilur það er svona, það er ekkert eitthvað heilagt. En það er svona, þegar maður alltaf að geta þessa vinstri hendi þá getur verið gott að sörkla í einn áttina sko. Mér finnst það einmitt bara svona fyrsta, það er eina sem ég hugsa það er mótið Southpaw. Það er einmitt bara að fara alltaf í þú veist stíga út fyrir hann. Já. Fyrir stöðugt. Það er eina sem ég reyni alltaf að hugsa að bara að hafa það örugt sko. Já. Það er góð svona grundvallarregla í þessu sko. Þetta á fyrst og fremst að vera fótabarátta að einhverju leyti til að meta distansi sko. Já. Herru, við fengum frá VR Boxing Tristan á allavega 2 bardaga erlendis einmitt. Þannig að sko, já. VR Boxing maður, komin inn klöts. Ég fann hann nefnilega ekki í gagnagrunninum mínum. Ég hef aldrei tekið hann upp sko, ég hef aldrei hort hann keppa sko. Já, þá hef ég örugglega ekki séð hann keppa. Nei, þið sögðu báður, jú, ég hef séð hann einhvers staðar. Maður nú svona séðan, þú veist, svona viðlóðandi svona sinna. Já, ég bara hættur að muna hvernig ég hef séð bóksa og hver er bóksa hvað. Ég þarf að fara yfir Icelandic Boxing og bara fara yfir listan sko. Það er svo þægilegt að fara á einn bara að leita, skilur. Þú getur leitað bara eftir nafn og þá farið bara database síðustu 2 ár sko. Já, ég held að ég mætti bara á allt nema einhvern tímann einu sinni þegar ég var erlendis. Þá misti ég á einhverju einni umferð eitthvað. Slík samfélagsþjónusta. Já. Ég held að það á einhverju eftir að gera heimildamynd þig
á endanum, sko. Já. Ef við að gera hana. Einmitt. Ég hef alltaf langað að gera heimildamynd. Ég myndi elska lífið, ég er bara svona elda garp út allt. Já. Bara eitthvað svona, kaupa bleiur og batnandót. Já, einmitt. Það er bara... Dreymum að hangi í PlayStation. Já, það er blöndið drömmurum minn þessar stundina, sko. Hvernig ekki með PlayStation til. Já, það verður algjör veisla. Hérna, já, þið tildurlega auðvöldu dagur á skrifstofunni hjá Akureyringunum, Jón Óli. En svo var það hérna Seymar og Mar. Ég spurning hvort hann hafi komið seint, fengið bara það seint. En þetta er uppnáttúrulega skráð sem Max Angelo. Við komum bara inn í staðan fyrir hann. Já. Eru þeir ekki báðir gamli Reykjavík MMA-görar sem að ferði sig yfir í HR? Jú. Já. Já, eða glímufélag Reykjavík-skörar. Já, GFR-gurar. Já. GFR, Giffer. Já. Jú. Ég hérna... Allavega Max. Já, og Seymar líka. Já, er það? Ég skarraði einhvern veginn með hann upp í Reykjavík MMA. Já, hvernig fór? Hann hitti mig alveg nokkur sinnum. Það er nokkur sinnum. Já. Nokkur sinnum. Hann er ungur og efnilegur, hann þroskast mikið, sko. Já. Því ég, sko, þegar ég sé Seymar fyrst, sko, þá er þetta bara svona lítill tittur, sko. Já, jú, já, ég skil hvað átt við, sko. Og þarna var ég bara djúvillan fullorðinn maður. Eins og hann hafi elstum bara 5 ár á 2 árum. Bara einhvern veginn orðið byggður, skilur við svona líkamlega þroskaður og svona. Og hérna, og bara mjög góður boksari. Já, þegar hann byrjaði náttúrulega, hann var ennþá þá í bara U19, bara með hjálm og læti, sko. Já. Hann er Já, hann komin er komin í elít núna. Já, hann er komin í elít nefnilega. Hann er... Þú ættir eiginlega að boksa hann aftur. Já, ég til, já. Já, það ekki. Skora á þig. Þú verður bara að slaka á þessum áskorunum, sko. Mikið eppin. Já, það er... Ég er ennþá slasaður eftir síðust maður. God damn. Eftir síðustu áskorun. Eftir Anton Smára. Hvað gerði, heyrðu, ég sá þá klippu, getum við aðeins staldra við og hérna, ég sá hérna Family Guy, Peter Griffin hérna í mig, haldandi utan hnið, það var mjög viðandi. Hvað, fór hann í hendina þína? Já, sparkaði bara beint framan á hendina mína og við bara vorum að drepast í úrliðnum núna alveg, þú veist, 1,5 vika síðan, sko. Ég hélt náttúrulega bara hann að brota á mér hendina, sko. Líka út af því að, þú veist, þetta gerist, ég fæ alveg svona smá svona aðsvim, mér byrjaði alveg bara svona smá svima og mér verður svo illt í hendinni, sko. Og það er nákvæmlega það sem gerðist því ég brauta með fótinn, sko. Þá byrjaði ég bara að svima gett mikið og var flökurt og eitthvað, það var ekki alveg jafn slæmt, sko. En ég hélt bara hann að brotað með fokkin hendina, sko. Hann bara sparkaði bara beint á úrliðin sem bara svona beigist innfall. Já. Ég held fyrst að þetta hefði verið body shot, sko. Þú settur svona hendina fyrir... Hendin var svo lágt niðri, sko. Já. Og það hann er bara að reyna að kýla mig í bodyið og ég er alveg hættur að venda hausinn minn og ég bara haldið þetta um búkinn, sko. Svo kemur þetta spark bara beint fram á höndina með þér. Fokkin ógeðslega vont. Ég var náttúrulega emjandi þarna á sársauka. Já. Menn höfðu mjög gaman af því. Já. Það kom spurning úr sal. Var stunukóngurinn að æfa fyrir fight? Var þetta fight preparation að fara inn í búrið? Nei. Nei, þetta var ekki, hvað finnst þér nicknameið þitt nýja stunukóngurinn? Stunukóngurinn? Það er bara, ég til það er flott. Kom nefnilega á Instagram fanklippa af stununa spigga. Það er bara, oh my god. Takk Arnór. Já, það er náttúrulega ekki vitað ennþá hver gaf út þessa klippu. Maður vissu það allir leið, sko. En já, þá því svarað að stunukóngurinn var ekki að æfa fyrir fight. Nei, ég var að hjálpa þeim. Ég var kallaður inn af því að strákunum vantaði smá aðstóð. Já, einmitt. Það er góð saga. Já, það er þetta fest á filmu, sko, þegar þeir eru bara svona dúllega sér á soltbækunu og bara, við að spara við þig. Já, við erum til í það. Já, mjög gott. Herðu, hérna... Já, segja móti Carles. Já, einmitt. Carles. Carles var mitt svona, gaur sem að bara skemmti sig vel. Já. En mér varst Seymar vera svona, hann var mættur, hann var í viðskiptar ham. Já. Hann ætlaði ekki að láta rúla eitthvað yfir sig og hann ætlaði að sækja sigur hann. Já. Og orðin tölvöld betri boksari en hann var áður. Hann hefur greinilega æft mjög stíft. Og ég held að Davíð Rúnars sé hérna mjög góðu þjálfari fyrir hann. Já. Verðist vera svona hátt output og svona og pepp. Já. Það verðist alveg vera hérna eitthvað sem hentar Seymar. En Davíð Rúnar sko kallaði í þriðlótu. Já. Þú ert búinn að vinna bardagann, haltu bara áfram að hreyfa þig. Já. Og það er svona einhver biti sem á kannski diskutera. Já.
Við kölluðum það í útsendingunni mitt. Ég held að við vorum sammála það að það kannski ekki það sem maður á ekki það, ég ætla einhvern tímann að fara að gera lítið úr hérna þjálfarahæfni Davíðs Rúnars. En þetta svona, ég veit það fyrir mitt leyti að maður viss það að maður búinn að sigra bardaðan, þá vill maður samt ekkert endilega gefa bardaðinu sínum, eða nefaleika sínum einhverja ástæðu til að slaka á eða taka því eitthvað rólega. Þú getur alltaf að rota þig. Já, þú getur alltaf bara fengið 2 counti yfir þig eða 10 áttalótur, leið og þú ætla bara að fara að vera eitthvað að valhoppa hringinn á eftirfætinum, sko. Þannig mér finnst það er allavega ekki persónulega eitthvað sem ég myndi vilja heyra. Ég myndi alltaf vilja heyra bara áfram gakk. Líka, ef þú ert að vinna bardaðan eftir 2 lótur, ekki breyta gameplaninu. Þetta að virka, haltu bara áfram að gera það sem virka. Ég er 100%. Ég er alltaf á því, skilur við. Ef það er að virka, og þú ert búin að vinna eitthvað dæmi, þú ert búin að vinna fyrstu lótu, búin að vinna aðra lótu, ekki breyta. Bara af hverju að kannski, skilur við, einn punktur sem ég var að spá í núna, kannski var hann að sjá eitthvað þreytu í segjam. Skilur við, og þá ef þú ætlar að halda þessu tempó áfram og dettur svo í að vera bara alveg gasaður, þá gæti Karles gæti alveg geta komið hann tilbaka og fengið 10 áttalótu eða hann bara fundið lyktina því að segja eitthvað, keyrið þessu út og snemma, sko. Það er svona eina, en já, mér fannst þetta... Ég hugsa að það hafi verið pælingin hans. Já, að kannski einmitt, að gasa sig ekki út, sko. En ég meina, já, svo virkar það kannski þyrfti, kannski var þetta bara eitthvað svona til að reyna að halda honum rólum. Þannig að hann þyrfti ekki að taka einhverjar óþarfa áhættur mögulega, eitthvað svoleiðis, sko. Það er bara svona að þú ert með þetta, skilur, á lás, bara taktu því rólega, sko. Já. Ég hef svona spurningu, var opið scoring á þessu móti? Vissi Davíð bara, gat hann séð niðurstöður fyrir 2 lótna og... Mér líður eins og ég hafa á einhverjum tímapunkti séð einhver hlaupaðan að bakum að fara að kíkja á okkur skjá. En ég er ekki viss hvort að þetta kom inn alltaf jafnt og þett. Nei. Skilur, ég veit að það er á Íslandsmeistaramótinu, eða ekki? En ég er ekki viss hvort að það sé komið inn í... Já. Þetta var allan á síðasta bikarmóti, þá var open scoring. Já, minn það. En þá kannski make a sense líka að geta sagt bara mjög kókraustu. Þú ert búinn að vinna bara það. Sem að gerði, var þetta ekki, skilju? Jú, þetta var einum dómarákurinn, sko. Já. En þú veist, ég var ekki með open scoring, sko. Ég sá ekki hvernig bara það voru að fara. Þannig ég hugsaði þá, svona, ég hefði ekki þorað að segja þetta. Nei, já. Í lokuð, þegar það var ekki open scoring. Föttuðum það náttúrulega ekki. Já, ef það var open scoring, þá bara veit hann. Þá veit hann að hann er búinn að vinna. Já. En ég hefði ekki þorað með að við kannski, mér átti því svona full jaft til að geta sagt það með svona miklu öryggi. Já, við erum sammála því. En svona, að maður veit aldrei hvernig dómararnir sjá þetta. En þá kannski treysti ég Davíð Rúnar fyrir að hafa bara vitað þetta. Hann er líka svo góður að sækja þessar upplýsingar. Já. Mér finnst hann svo úrlausna samur eitthvað. Þú veist, ég hefði ekkert verið hissað á þetta, hann væri bara með eitthvað secret agents bara á borðinu og dómarunum og bara... Já, bara að fá eitthvað kóða í síman bara. Já, hann er með eitthvað svona KGB njósnara sem er bara út með þetta. Ég er ekki hissa, svona í djóki. Guðmundur Máni Hildarsson mætti Braga Freyr Eiríksinni frá Þór. Núna er ég alveg týndur. Ég er sko, þegar þú segir alltaf nöfnin þá fer ég og bara svona því ég man aldrei nefnilega hvernig menn, leið og ég sé hvernig þið lít út, þá man ég hvernig bardaðin fór, sko. Herru, nú fer ég inn á Icelandic Boxing og... Þetta er nefnilega, þetta er svindli í þessum geira, sko. Já. Þeir eru alltaf með hjálma, sko. Maður er bara að horfa á, þú veist, 4-5 bardaga á einhverjum strákur sem geta allir heitir hjálmar af því að þeir eru með hjálma. Já, einmitt. Þetta er... Þarna var næst versti brandari kvöldsins. Hjálmar. Þannig að ég þarf líka að tjekka hvernig þeir lúka. Það var mínus 80 kíló, 17 eða 19. Já, annarkvort. Já, annarkvort, það er aðalegt að vita það ekki reyndar. Já. Veit maður ekkert hverjum er vona á ég að líta álíka, sko. Já, jú, þetta var svona... Alveg rétt, já. Ég man það núna. Já, ég man það. Já. Garfur, fyrstu viðbrögð, svona hvað fannst þér? Mér fannst Guðmundur Máni góðar hreyfingar. Bragi var aðeins virtist allavega að reyna að stjórna hringnum stjórnaði hringnum mun betur, fannst mér. Þetta var einmitt bardagi sem var ekki viss hvort að ég var endilega sammála niðurstöðunni, sko. Með allavega þetta væri, sko, einróma. Ég hélt að þetta myndi vera split decision, því að Bragi Freyr líta mjög vel út í fyrstu lótunni, stjórnaði hringnum vel. Guðmundur Máni svolítið, þannig að ég sagði í útsendingunni, sko, að hann mætti færa eitthvað af þessum hreyfingum af fótunum og yfir á hendunar, því að hann dansaði mikið hringinn, skilur, var mjög virkur og
virtist aldrei koma sér í einhver endilega slæma stöðu en Bragi stjórnaði hringnum meira á fannst mér kastaði frá sér fleiri höggum allavega að mér fannst í fyrstu og annari lótu sko. Já. En svo þannig að í þriðju lótunni fannst mér allavega að Guðmundur koma tilbaka og vera mjög öflugur aðeins byrja að hægjast á Braga líka Já. en mér fannst eins og góða fótarhreyfingar en það vantaði stundur svolítið bara upp á höggin sko, fannst mér Já, hjá Guðmundi já. En hann veist tók þetta á einróma Já, ég man og ég sagði í útsendingunni þess vegna tjáum hans ekki live að ég ekkert sá þetta meira sem splitt og held ég jafnvel blátt Já, ég einmitt. Þetta var bardaginn sem komið mest óvart. Þegar þetta var svona, já, ok, skilur þetta flottu bardagi og allt það, en svo þegar ég var að hlaupa þann og slökk á myndavélinu, þá var ég bara, einróma Já, einmitt. Ákvörðun í rautt, sko. Já, en það var eða svona hægri hendin hans Braga minni mig í miklu aðalhluturski. Já. En svona þegar maður horfir svona á klippinu eftir á, því nú er ég bara með hann að spila, að þá er Guðmundur að gera miklu meira heldur en með einhvern veginn svona myndi. Og svona höggin sem að kannski mér fannst lenda clean á mótinu eru í myndbandinu ekkert að lenda svo clean. Nei, einmitt, já. Þannig að maður sér það kannski aðeins öðruvísi í dag. Já, og líka bara þegar maður horfir á bardagana eftir á og þegar maður horfir á live, það getur verið mjög mikill munur þar á milli, sko. Og ég er náttúrulega mjög bæjast bara gagnvart því eitthvað meginn skilur ég eitthvað meginn bara dæmi bardaga, ég á svo erfitt með að dæma út frá eitthvað meginn svona boxreglunum, sko. Ég horfa alltaf bara fyrst og fremst á hver stjórnar hringnum, hver er að lenda eitthvað meginn höggum sem ég finnst telja meira, skilur, allt þetta svona eitthvað puff jabs og eitthvað svoleiðis, það skorar ekkert í minnibók, sko, persónulega. Þannig ég er mjög, eitthvað svona bara tekur meir eftir, þú veist, kemur eitthvað högg sem að, þú veist, þú kom eitthvað viðbröð frá hinum gæðinum, það er maður bara svona, ok, þessi er að taka yfir, en það er kannski bara, þú veist, samkvæmt dómurum bara, þú veist, 1 stig. Já, einmitt. Ég fer alltaf í eitthvað svona, hann er byrjar að þreytast, þá lítur hinn að, fara á gjöfina og þess er á gjöfinni, þá lítur hann að vera að stjórna peysinu. Svo kannski svona auðveldar að maður horfir bara útsendinguna heima, þú veist, bara í tölvunni. Það var svona meira, svona auðveldar að sjá bara stig hér, búm, eitthvað. Og meðan þú ert bara ringside og þú horfir upp á þetta, þú veist, þá kom þessi stóru högg sem heita alveg clean og þú bara DAMN! Já, heyriðum bergmóla bara yfir salin og maður bara skilur, og í huganum skora það bara 5 stig, skilur, en svo hann jabbaði 6-inum í andlitið á mótið og það var jafnt, sko. Það fekk þessi svolítið svona smá ómeðvita að svona skora þetta eins og pro-box. Einmitt, já, ég er mjög gjarn á að gera þannig, og sérstaklega þegar ég er einhvern veginn á að fara að taka einhverja þannig ákvörðun á staðnum þegar maður er bara að lýsa, sko, og fylgjast með, sko. Ég er bara vorkinn oft þessu dómurum að vera í þessu starfi, sko. Já, ég líka. Já, það var dómarnámskeið fyrir mótið og það var held ég bara ansi vel sótt. Já. Mér skildist að einn okkar Birkir Kristján hafi skráð sig á mótið og ekki mætt á dómarnámskeið. Já, mér var búið að koma og ég afþakkaði það út að ég var leiðinni á Golden Ticket. Já, þannig að þú varst aldrei skráður? Ég var ekki mér var boðið að koma og þurfti að afþakka það. Var þetta double pull-out? Já, eiginlega. Vá, þú veistu 2? Þú veist mikil pull-out? Það er bara 2 sem þið heyrðu það af, sko. Já, ok, skemmtilegt. Að ég heyrði sko, sagan sko, sem ég heyrði var að þú hefði rauninni skrópað. Nei, ég var alveg múin að tala að kæra, sko. Já, en byrju, hvað bauð þér að koma á dómarnámskeið? Kærri? Já. Já, ég var svo hissa, þér hafið búið en ekki mér. Já, er ekki bara því ég er boksaði en ekki þú. Ég get svarað þessu hringnum, að þú veit. Ég get svarað þessu hringnum, hvernig sem er. Shit, ég var fauk í mér maður. Ég er bara, eðlilega hengslaði niður. Bara, þú veist, nefndu bara stað á stund og ég skal sýna hvað þessi bóksar er ekki. Nei, hann er meittur í úllinum núna. Já, þú veit að fann þetta MMA staða sitt. Já, það voru að bíða. Já, stjörnu kongurinn. Það er erfitt. Já. Nei, já, það voru fullt af einhverjum svona aðstofadómurum eða svona einhverjum eftir dómaranámskeið. Þeir voru þannig nokkrir viðstaddir og voru svona spreita sig í því að dæma, held ég. Já, einmitt. Og ég held að það er einn kvenkynsdómari, Dominika, sem er búin að vera þarna mikið. Hún var alltaf komin upp í hring að dæma. Hún að vera að taka sína fyrstu hringdómgæslu. Já, þú sagði það. Ég sagði það, sko. Já, þú þekkir það. Ég sagði bara já. Ég trúi þér alveg fyrir. Getur vel verið. Við vorum að sparra daginn, alveg margir mánuði síðan. Já. Vorum að sparra upp í Opsi og þá voru einhverjir, hvort að HR hafi ekki verið með okkur eða HFA eða eitthvað. Þá voru, sko, þá var verið að þjálfa hana sem hringdómara í sparri hjá okkur, sko. Já, ok, já. Þannig að það var alltaf bara, þú veist, alltaf menn sendur upp í hring og þá
var bara, þú veist, fight simulation Já. til þess að þjálfa dómarana Já. og sérstaklega dómaringu þannig. Já, ég túlkaði það þannig að þegar svo þegar hún stegin í hringin fyrst skipti þá fekk hún mikrofónin framann og eitthvað touch gloves, eitthvað no hitting behind the head og eitthvað segja allt þetta í mikrofónin sko. En ég sagði, já, þetta hlýtur hún að vera svona eitthvað aðeins að Hún fari í gegnum hérna ræðuna og svona. Já, aðeins að þjálfa upp okkur dömu sko. Já, það er bara jákvætt. Já, hún er bara mjög dugleg að dæma. Þetta er flókið að vera hringdómari af því að þú varst alltaf að vera vakandi fyrir þú veist að með ekki setja höfuð niður og þú veist það er alls konar svona svo dót sem að þú veist þegar ég horf á barða, ég er ekki að pæla í því eitthvað að það þurfa að benda manninum á að setja hausinn ekki niður. Það er svona hluti sem að dómarinn það spá í sem að við sem spectators erum ekkert að spá í. Við erum bara þetta er alveg fullt af hlutum til að spá í sko. Já, talandi dómara af hverju er PC eða Pétur hringdómari, af hverju far hann alltaf að vera einhver svona pimpdómari? Sólgleru með einhver stór shades silkiskirtu eitthvað, af hverju hann ætli ekki bara snókur og púla pening í þá Já, þeir náttúrulega, þeir eru styrtaralinn sem ég gemdi að nefna, snókur og púl var náttúrulega þeir eru náttúrulega auðlýsa og styrkja við móti. Ég fíla, ég veit ekki af hverju hann fær einhverja undanþágu en ég bara, mér finnst það geggjað sko. Ég er með smá stís upp í hring. Já, hvað má hann ekki bara verið fjólblóm jakka og fjæðurhatt líka? Já, nákvæmlega. Ég held bara hann megi gera það sem hann vill sko. Já. Mér sýnist það. Mér sýnist það. Já, líka bara á Icebox fekk hann að vera í skirtunum sinni sko. Já, en Icebox er náttúrulega ekki svona beint HNI mót sko. Þetta er náttúrulega bara HNI byggamót, þannig að ég hefði haldið að þetta yrði þá eitthvað svona staðlaður íþróttafatnaður skilur við. Já, einmitt, því að þetta er allir í hérna bara svörtu buxunum og eitthvað svona hvítu skyrtónum og þetta er allt svona Hann er bara ofstísaður fyrir það. Já, mér finnst það geggjað sko. Eitthvað bara geggjað að hann fái bara eitthvað svona undanþágu frá því. Ég mættur, skilur verið sátt með og já, ég get hoppað upp í hring, það er alltaf eins og hann sé bara eitthvað svona Veistu hvað þessi skyrta kostar? Það er það sem ég skilur, ég er töff. Sem aðskilur mig og ykkur er að ég er mjög töff. Já, ég skil ekki á hverju en ég fíla það sko. Já, ég fíla það líka. Herru, hérna það var open scoring samkvæmt chatinu á MMA-fréttum, það var open scoring á mótinu en það var ekki í þriðabardaga einhverju hluta vegna og mögulega ekki eftir það heldur. Þannig að það var aftur svona 50-50. Mér finnst það eins og ég hafi séð það eftir þriðabardaga þannig að Já, ég veit ekki, ég man allavega einum tímapunkti, ég held meira sem það hafi verið í einhverjum hérna bardagar sem Davíð Rúnar og Þórarinn eða Tóti voru að þá hefði Davíð Rúnar sent Tóta til að kíkja á skorið og ég heyriði baku með eitthvað svona það er ekki komið. Skilur við þannig að hann er að senda hann á millilótna til að skoða stöðuna og þá hafi það er ekki komið, skilur við og þá er þetta eitthvað svona, what? Það var líka, mótið var pínu seint á stað út af einhverjum tæknilegum vandræðum. Já. Spurning hvort að það hefði verið scoring-systemið eða hvað. Það má vel vera. Það má vel vera. Já, við segjum það kannski bara. Já, það er ekki bara. Jú, ég er alveg til í að segja. Það make a sense. Já. En herru, við óskum bara Guðmundur Mána frá HVR til hamingju með sigurinn gegn Braga. En þar á undan var Sindri Þór Einarsson frá Hnefiðleikafélagi Hafnarfjarðar sem að mætti Kristjáni Eðvardsinni. Kristján Eðvardsson vann með meirihluta ákvörðun. Já, einmitt, já. Sem að kom mér smá á orð því ég sá þetta sem bara einróma. Ég líka. Já. Ég var hérna, Sindri var alveg svona, hann var mjög svellkaldur. Já, mjög yfirvegaður allan tíman. Allan tíman og alveg bara, þú veist, þú geta sýnt honum bara, ég veit ekki. Mynd af bara einhverju þjóðamorði í Palestínu og hann hefði verið bara Hann hefði ekki blikkað auga. Hann hefði ekki blikkað auga, hann hefði bara ok. En maður vinnur vist ekki boxbardaga á því að vera ógeðslega töff og yfirvegaður. Nei. En það var alveg svona í þriðjulótu þar sem hann var svona, ég hef ekki farið að rækja einhvern stigum. Já, einmitt, já. Og þá svona einhvern veginn kveiknaði undir honum og svona. Já. Svo seinni gang, sko. Já. Þannig að svona, mér leið svona eins og að hérna, ef þetta hefði verið þriðjulótu Sindri Allar lótunar, alveg frá byrjun. Já. Þá hefði þetta verið mun jafnara og jafnvel dottið í rauðahornið. Já. En það er náttúrulega bara Kristján Eðvards frá HR sem að tekur sigurinn. Já. Eftir svona, eftir mjög flotta frammistöðu gegn strák sem var kannski meira í svona einhverju cruise-control. Já, því að Sindri Þór er venjulega, sko, mér finnst það geggjað að horfa á hann bóksa einmitt. Hann er svona skemmtilegan stíl og einmitt, er svona yfirvegaður og eitthvað með mjög svona tæknilegur þannig eins og mann sýndist hann alveg leifa Kristjánu stundum að vera kýla til að reyna að lesa í viðbröðu, skilur maður sá ofta hann var mjög vakandi fyrir höggunum sem voru að koma og reyna að finna eitthvað svona opening, kom með eitthvað svona lítið uppercut hér og þar og var alveg að finna eitthvað svona flott högg
en það var bara eins og Kristján náði alltaf þegar hann fleiði fram 1-2 þá hitti hann bara alltaf 1-2, smelli hitti, tók eitthvað svona skrítirstundum, eitthvað svona dökköndir eða rúll eftir tvistinn. Sindri gekk alltaf í þá gildru, Kristján snýri við og svo held að Sindri hann fram að labbaði eftir honum. Labbaði svo inn í 1-2, reynda að countera, Kristján komin undir, tók eitthvað svona steppi fram hjá bara og pivotaði út, sko. Og mér fannst það bara, þetta var svona svipað og hérna var það hérna í einum bardaðinu þar sem hann hitti alltaf bara, þegar þetta var hérna Gauti á móti honum Jón Ólafi. Já. Að þetta var bara svona, mér fannst hann alltaf gera það sama. Þetta var aldrei það var ekkert mjög flókið tæknilega séð, þetta var bara 1-2 sem hann var alltaf að gleypa Sindri, eitthvað meginn fannst mér. Já. En svo þegar hann fór á staðið mitt, því að þetta komur svo óvart, því að mér finnst hann, hefur alltaf finnst að vera, hann hefði bara, ég geti kannski 2-1-2 og fattað svona, já, ég skil, hvað að eiga sér stað, skilur, því að Kristján var ekkert gunnsæ. Nei. Hann bara greip hvert einasta tækifæri þannig sem stóði fyrir fram hvern annan, að bara 1-2, hitti alltaf. Já. Rúllaði, pivotaði út, aftur. Já. Og Sindri var svolítið mikið svona, ofta hann grípan, sko, svona, þú veist, því að, þetta eiga svona síðasta höggið, greinlega, en hann ættir að eiga svona fyrsta og síðasta. Já. En hann vantaði svona þetta frumkvæðiselement í Sindra. Þá kom til í þriðju. Já. Þá eitthvað með bara, hei já, ég ætti kannski ekkert endilega að bíða eftir að hann kýli. Nei. Og byrjaði bara að kýla. Já, nákvæmlega. Á meðan, þú veist, Kristján einhvern veginn miklu duglegri að, ég bara svona aðeins að setja hendinu út, bara snerta hanskan, gera ekkert meira og svo bara snerta hanskan og svo bara búm, búm, búm og út og... Það var kannski áhvert ef þau mætast á næsta bikarmóti hvort að þá þessi þriðilótu gæinn komið í gangi fyrstu lótu. Já, ég hugsa það, því að Sindri virtist ekkert eitthvað þreyttur eða neitt eftir þetta, var alveg ánæður eftir bardagan, endaði þriðilótuna öfluga og virtist alveg sáttur og orkumikill, sko, þannig ég held að þetta hef ekki verið eitthvað svona þreytað eitthvað, ég held að þetta, svo, veit maður ekki, sko, sér maður kannski voru sér 1-2 ekkert það harðir og hann, fannst þetta ekkert verið eitthvað mikið sem hann verið að taka á sig, sko, og fannst hann vera bara í ágætum málum, sko. Já, en þeir eiga match. Næsta. Alla móturöðina, sko, og degi 1, 2 og 3. Já, sko, bang. Þannig að það vera. Já, þannig að, þú veist, það verið forvunilegt. Já, og það er spurning hvort við erum að fá mikið þjálfara að hafa fá til að bara setja eitthvað hitakrem á rassinn á Sindra. Já. Þannig að hann verður fljótur í gang. Já. Þú veist, hann er mjög heppinn að ég er ekki þjálfarinn hans, sko. En, þú veist, þetta er samt alveg svona, þetta er alveg hugmynd, skilur. Því að, þú veist, ef hann er fljótur í gang, þá verður þetta ótrúlega fætt. Því ég held að Sindra eigi hellinginni og það verður líka ógeðslega gaman að sjá, hvernig Kristján svona bregst við. Já. Ef að Sindri verður fljótur í gang og þetta verður svona alvöru svona cardio output fest, sko. Já. En ég er svona mjög spenntur fyrir því, sko. En þetta er svona one to watch. Já. Það sem að ég held að þeir eigi báðir. Eins og allir þessu ungu strákar maður, þetta er allt bara ones to watch, sko. Já. Já. Mér finnst bara verstið mitt, mér finnst eitthvað með einn svona, ég finn mest til með þeim þegar þeir enda bardagan ekki þreyttir, sko. Já. Það er svona það sem ég finnst mest að syndin í þessu öllu saman eða þetta er svona, já, ég endar á bardaganum og þá er þetta svona, já, dómarinn er að fara að taka við og eitthvað en þú skildir þetta ekki allt eftir hann eitthvað með já, einmitt. Skilur, ef þú áttir eitthvað eftir í táknum og tókst bara ekki í gikkin þá minnst það eitthvað með vera svona, ok, byrjaður hraða næst, gerðu meira, skilur. Já, 100%. Það lítur að vera það sem hann hugsar eftir þetta. Já. Og þetta er eins og bara með Alex líka, skilur, þetta er svona eftir bardagan að vera ótrúlega fúll, skilur, þetta er svona þú hafðir 9 mínútur þannig til að gera eitthvað. Já, talandi Alex Orri hann á bardaði það ekki hann er framöndið í Dag Hringsinni frá Bóðatýr í VPC eftir 2 vikur. Mínus 80, það ekki? Jú, ég sagði mínus 80. Já. Ég er bara spáð því að Alex var ekki þegar hann kæfti á senasta bikarmóti þá var hann í mínus 86. Já. Þannig ég er alltaf að minna á það, sko, hann er komið niður flokk frá því að hann var í upphæðlega þegar hann barast móti Pavel. Já, hann virkaði eins og hann var mjög náttúrulega. Já, hann er búin að línast mikið, sko, síðan þá. Ok, ég held að fara hann bara ósað vel, sko. Já. Já, ég styð það. En hann fæði alltaf nýjan anstæðing frá Bóðatýr. Þannig að hann og Sindri færi saman bát. Heitir Kremur Rassin. Já, ég segi bara. Ekki að taka á mér svona þetta jobb. Já. Hver er heitir Kremur Rassin, gæði? Já. Shit, hvað ég staðin fyrir vaselín, bara hitakrem bara bang maður fá vaselín í andlitið. Já. Hitakrem í rasinn. Já. Hvernig finnst mér svona eftir að rugla því? Já. Klárlega sko
Herru, annar hnefilega bardagi dagsins var Krishnu á móti Volodymyr frá hnefilegafélagi Akureyrar, Krishnu frá HFK, VPG, með Armandas í hóðunni sínu. Hann var LGA Berensinn fyrsta bardaga, og þetta hefði verið svona first time jitters dæmi. Já. En svona tildulega auðvelt hjá Volodymyr, leyfi mér að segja. En mér varst Krishnu vera svona gæi sem átti aftur. Við erum með meiri hæfileika en hann sýndi í hringnum á þessum degi. Krishnu, segir ég. Já. Er fyrsti boxbanding sem bara meira til að losa stressið út? Já, það ætti að vera það, Og sko. svona fá reynsluna Jú. og svona... Það er náttúrulega gíflega, ég veit bara þegar ég tók fyrsta boxbardaga minn að þá bara, ég blackoutaði, ég var í svo miklu adrenalín sjokki, sko. Já. Þetta er náttúrulega ljósanótt, þetta er aðeins stærra heldur en margt annað, sko. Já. Já. Það gerir líka svolítið mikið úr þessu. Já, þetta var svona debut á ljósanótt. Já, það er stórt, sko. Já. Miðað við að þú ert ekki bara hérna, einhvers staðar upp í Hafnarfirði í einhverjum pínulillum sal, sko. Já. Líka bara, þjálfarinn er bara eitthvað í Lettlandi, fattar þú? Já. Þú veist, þú bara mættir þarna einn bara æfingafélagið með til að kornera þig, þú veist, það er kannski ekki... Já, en það er með Armanda, sko, sem er... Já. Hann er að Solid. þjálfa eitthvað, hann er í... Já, en samt svona, þú veist, vantaði þjálfarinn hans. Já, svona aðalþjálfara. Já, þú veist, Kerri er ekki að það með honum að peppa hann áfram, sko. Hver eru núna aðalega þjálfarnir í VPG? Sko, bara Kjarri náttúrulega og svo er Óskar búinn að vera sletta að þjálfa. Óskar Lúís. Já. Já. Hann er búinn að gera góða hluti. Já. Ég trú því. Það er líka bara allir bara Óskar lappar inn, allir bara beinir í baki og bara eitthvað, þú veist, það Yes, sir. spotti fyrir Óskar, sko. Óskar er náttúrulega bara algjör kongur, sko. Já. Já. Hann tekur einhver shit í, skilst mér, hann Óskar. Hann veit bara 100% allan tíman. Já, hann vill ekki, ef hann sér bara gaur að vera eitthvað að djóka á æfingu, þá bara, heyri, þið ekki komnir hérna til að vera að djóka. Þú veist, þið komnir hérna til að verða betri boksarar. Þú veist, það er bara, þú veist, að verða allir að vera með athyglinna, annars bara Óskar kallar út allt svona bullshit sem hann sér. Það má að vera Ég gæti ekki verið með Óskar sem þjálfara, sko. herægin. Já. Já, ég Ég fíla var það. mikið lúsi-gúsi á æfingum, sko. Þess vegna er ég bara jitsari. Já, sko. það er allir bara eitthvað að klappa hvort öðrum á bossen, vel gert. Hvað slakað þú á maður? It's killer sport, sko. Já, það er rétt. Já, en annars bardaðan, þú veist, eiga þeir aðra viðureign, Krissi og Þú ert með nefnilega, ég finn ekki aðgangi minna að þessu hérna á þeir eiga mótaskjálfinu. að keppa þrisvar, þannig að þeir keppa aftur í VPG á heimavelli Krissa. Já, Það er næs. þá verður hann komið með Kjarra í hodni og svona. Já, þannig að við kannski fáum Krissa 2.0. Ég held að þetta er flottistakur, Já. ég held að neyja hellinginni og byggamótið sé svona akkurat mót fyrir hann. Já. En Volodymyr kannski svona einn númeri of stór á þessum degi, þessum tíma, með reynslu og svona. Já, með reynsluna, sko. Já. Með reynsluna á móti Sippa líka, skilju. Já. Sippi úr HR og Björn Helga, Björn Helga, skilju. Og meðan fyrsti bardaginn er einmitt, maður er svolítið að finna sig í fyrsta bardaginn, skilju. Maður verður eiginlega að gefa svolítið nafslátt af því, sérstaklega þegar maður fyrir að móta einhverjum reynslu meiri, sérstaklega einhverjum sem hefur sigrað marga bardaga áður, að þá er þetta svona, skilju, maður þarf svolítið að koma sér inn í þetta hugafar svona, skilju, úr að fara að móta einhverjum winners og þá er stundum svolítið erfitt að finna sig, sko. Já, það var líka, sko, Krissi gat ekki komið Volodymyr í þá stöðu, sko, sem hann hafði ekki lausn á. Það var ekkert sem að Volodymyr var bara svona, oh, shit. Hann var alltaf bara, já. Ég kann svarið við þessari. Já, ég geri þetta bara. Já, einmitt. Þannig að svona, það var svolítið staðan hann, sem er þá bara eiginlega við getum bara klingt í á reynslumun. Já. Og jafnvel getu. Mér fannst Krishnu alveg standa sem eitt vel, reyndi alveg að standa í honum en bara var svolítið oft í einhverju stöðu sem hann hafði bara ekki verið í áður. Það bjóst ekki við að hann myndi að hafa svörum við sem hann hafði svörum við. Ég hugsa að Krissi farið heimtíðin sín og svona melti, þetta hefur verið eins og taka svona 8 til 10 æfingar að taka þennan boxbardaga. Þú ert svona að melta mótið, svona já þetta og þetta, svo horfur á þetta aftur og svona já ok, núna veit ég hvað ég vil gera. Þú veist, ég vil vinna þessa fléttu og ef ég hefði gert svona og allt þetta dæmi, sko. Þannig að ég held að bikarmótið hafi skilað sér 100% til Krissa hana. Fyrsta umferð. Já. Þannig að pottitt betri útgáfa sem við fáum næst. Ég er spenntur að sjá hann. Hann svona, vann sér eitthvað stað í mínu hjarta. Sem svona, eitthvað gæði sem tekur fyrsta mótið sitt og maður sem tekur eftir honum og maður svona dvíðlagt með til að sjá hann aftur. Sjá hann svona vaksa og dafna. Ég er sammála. Það er ekki? Gott. Ég hefði verið mjög ósattur ef það var sammála. Já,
Manstu, ég er sammála öllu sem þú segir. Já, svo gaðslífum við hvað namnum, vilt og gaðið og gleipum við öllu, sko. Já. Það er alveg geggjað, sko. Já. Herri, fyrsti bardagi dagsins. Isaac Flame Weaver. Isaac Flame Weaver. Já, Isaac Weaver á móti Arnar Geir. Arnar Geir vann á einrum á dómara ákvörðun, Já. held ég alveg pottitt. Og var svona tildulega rólegt. Já, mjög rólegt, mjög tæknilegt bara, mjög svona eins og bara, Já, mjög eins og bara svona kannski intense spar svolítið. já, Svolítið bara svona dansum hringin, já, 1, 2, hvað svona rólegt finna sig. já, ekkert of mikið, ekkert of lítið. Nei, það er bara svona þægileg viðuregn, eitthvað minn. Já, já, ég getur ekki orðað betur en það, Já, já, Þetta var einrum að þetta var svona, var það ekki hvað, var það fyrsta lotan í þessum bardaði eða eitthvað þar sem það var svona, ég vildi ekki dæma um þetta, því þetta var eitthvað með bara svona jafnt og svolítið svona, Já. eitthvað svona. Það var svona pínu kærleiks bjarnabóks. Já, já, Það ekki orðað þannig. jú, mér finnst það flott sko, Jú. mér finnst það, Og ætli það hafi verið stressið. Ætli það hafi verið eitthvað svona stress að vera á ljósunótt, dimmljós og salurinn og... ég veit ekki, ég er náttúrulega eitthvað með, ég er náttúrulega, Mér fannst það bara svo, mér fannst sko spennustíð einhvern veginn í salunum, bara Já. þegar fyrsti partaðan byrja. Það var allir einhvern veginn svona, já, svona hvað bara er að gerast hljóðlátt, já, Já, og mjög það er að hljóðlátt. býða bara eftir einhverju sprengju, já, sem einhvern veginn kom ekki alveg strax, kom reyndar hann í byrjun, var það ekki bara í, hérna Kristnú á móti Volodymyr, byrjuðu þeir ekki bara að einhverju, jú, þeir byrjuðu mjög ferskir. já, og þeir tóku bara fyrstu 10 sekundur og byrjuðu eitthvað að bróla, skilu, og það var maður eitthvað, wow, nú byrjar Já. bokskvöldi, Já, eða já. boksdagurinn. Þannig eru þindarlösi gaurarnir. Já, einmitt, en það var ekkert þannig moment hjá Ísaki og Arnari, sko. Nei, og svona kannski, mér finnst svona tildulega erfitt að finna eitthvað svona eitt til að highlighta. Já, ég er sammála. Já, en ég man bara með að kannski Arnar Geir vinna þetta bara svona frekar sangjant. Já, bara svona fleiri högg, meira eitthvað svona sem lendi clean. Já, en ekkert bomb sko, með að við svona UFC-gæðin í það sem ég er bara svona damage is the #1 criteria. Já, ég er líka það, sko. Það var ekkert svona eitthvað, hann ítla farin. Já, einmitt, já. Ég er alltaf eitthvað meina að leita eftir bara einhverjum gaur sem er game, sko. Ég fíla bara að sjá gaura sem eru þann inni bara að fara, sko, kannski ekki flott að segja um einhverja 17-19 en ég vil sjá einhvern fara á inn og reyna að drepa andstæðingin, skilur. Mér langar að sjá eitthvað svona bara svona drápseðli. Já, Það var svolítið málið mitt þegar Arnar Geir mætti Arnar Jaka. Já. Út af því að Já. ég var að tala um þetta á Kolla og Kolla var bara, þú veist, Arnar Geir er tæknilega sér betri. Já. En þú veist, Arnar Jaki er bara svo viltur. Bara svo mikill hundur. Og að, þú veist, Arnar Geir bara náði ekki alveg að höndla það. Þó að þú veist eins og Kolli, sem að maður tekur mikið marka á það kemur neðurleikum. Sagði að, þú veist, bara tæknilega séð er Arnar Geir betri boksari. En bara, þú veist, ákafinn sem að Arnar Jaki kom með var bara of mikið fyrir Arnar Geir. Þannig að hann þakka sér bara svona að læra að líða vel í svona hektik aðstæðum. Já, ég hugsa að það sé bara rétt myndið. Og kannski er hann líka bara, ég veit ekki, er hann of næs til að skrúa ekki upp tempóðið eða er hann bara svona, vill hann bara hafa þetta svona á róluðu malli, bara gera þetta teknilega og flott. Já, það eru tvær leiðir til að gera þetta, sko. Það er að vera tæknilega superior eitthvað menn og treysta það. Já, Og boxið er stundum kent svona eftir þeirri hugmyndafræði, sko. Það er svona vertu tæknilegri, vertu bara meira slikk, betri hreyfingar, skilur meira smooth. Þetta er náttúrulega hit and don't be hit eitthvað menn, sko. Don't get hit, sko. já, En það, ég er ekki að þeirri hugmyndafræði, sko. Ég er ekki byggðuð þannig. nei, þú vilt, Já, Bera stein og slá á móti. ég vil taka við 3 til að gefa 1, sko. já, Það er svolítið mitt, sko. og enda í svona mínus deficit. Já, einmitt, já. Þannig, en jú, mér er gott að sjá yngri gaurinn á stundum bara þetta þarf ekki alltaf að vera bara hérna fight to the death, sérstaklega ekki hjá þessum úlingum. Það er fínt bara fyrstu bardaðanir og hvað þá bara allir bardaðanir svona í amateurum meðan þeir eru með hjálma, þetta sé svolítið bara að finna sig, sko. Já. Finna tæknina, finna hvar maður er góður og hvar maður líður vel og hvað er þægilegt og svo þegar maður er komin upp í elít og það fyrir að vera eitthvað svona smá í húfi kannski, þá svona Já, þá fara að gera eitthvað damage, sko. kannski eru þeir bara miklu klárar en við, það er bara að sækja reynslu úr þessu, Já, gera þetta flott, gera þetta tæknilegt, nákvæmlega, við kannski ekkert að bróla með Sorry, Já. þegar hlýðinni bara fucking rota! I want blood. Þetta var svo hérna í loka viðregninni þegar Ágúst og Sigurjón voru að berjast og það alltaf einhver svona líkamsvestar og svona sullast yfir garp Já, og hann er svona allir utaðar í einhverjum svona gleðisöfum bara úr barðanum, sko. Ég var bara,
Hvað er að gera? Það var einmitt í einhvern gráum bóla, það voru bara svona slettur út alltaf bólnum, bara, veit ekki hvaða. Já, bara, er þetta slef eða sviti? Man bara, Já. ég öfundaði ekki, sko. En ég, sem betur fyrir, fekk ekkert Nei, Ekkert það svona var alltaf mig, sko. yfir mig. Þannig að það var hrygglega gaman. En glæslegt mót. Þannig að hérna næsta mót er, já, first thing first, við kannski óskum hérna Arnór Geir til hamingju með sigur. Já. Hann er bara verðskuldað og flott. Og við fáum sko annað byggamót 20. september í húsakynnum VFBC. Það verður þar og það verður tölvört það verður aðeins stífari dagskrá þar, en það verða held ég 14 partar. Hó, sæll. Það er líka nokkur stóri partar að detta að nynna, eða ekki? Er ekki Viktor Sóuga Nóel eða eitthvað? Nei. Jú, Viktor Sóuga og Nóel Freyr. Nojo, maður. Já. Sæll. Er Nóel kallaði Nojo? Nei, nei. Það hefur geðveikt. Sölvi Steinn mæti Míhæl. Já. Er ekki líka Gabriel Marino að koma inn hann er að fara á móti hverjum aftur? Armandas. Gabriel Marino? Já. Já, Móti Armandas, eða eru ekki? þeir í sama flokka? Næja. Maður ekki. Gabriel er held í -86, sko. Já. Er Armandas þar? Já, Armandas hefur verið, sko. Já. Maður Sæll. séu bara ekki Einar sem er Sibbi, eða ekki? Jú. Jú. Mætir strák frá hnefuleikafélagi Akranesar, Artum. Maður séu Sölvi Steinn Míhæl, Karles mæti Seyjam, spurning hvort að það já, þú veist, það er önnur viðreik, þú veist, það var skemmtileg við að síðast það verður glaftur. Þannig að hérna, ég sé ekki í útbyttu, Armandas og Gabriel Marino, þeir mætast. Sæll. -90. Sæll. Það er Söður bokkið. maður. Söður. -90. Það er fætt, sko. Ó, ég er spenntið, sko. Ég er lúmskur, sko, Armandas fan. Ég ætla svona að rekast á hann, svona víðamangi, sko, við einhvern stundum sömu staðin eins og mínigarinn og svona. Og þannig að hérna, ég er alltaf einhvern veginn að rekast á hann svona á víðamangi. Ég digga hann að guð, sko. Ég er Gabriel fan, sko. Já, Gabriel minn maður, sko. Já, ég þarf að logga inn í Call of Duty og hitta hann. Já, það. Er ekki alltaf eitthvað í Call of Duty og eitthvað? Það er svona orðað á göttun. Já, það ekki. Mér finnst bara flott að ára á bóksa, sko. Já, þú veist, alveg ekki að sokkastíl og svona. Já, ég sokkastíl. elska það þegar Gabriel Marino stífur í hringin og tegir upp svona ljósbláa sokka sem ekkert sennskilu með einhverja góða sokkatísku í gangi. Já, ég fíla það, sko. Já, ég fíla það. Ég er lúmsku Það sokkaperri. er að góða fætt hjá þeim. Já, Armandas og Gabriel. þá er Gabriel Marino samt að fara upp. Því að Gabriel Marino held ég hefur verið alltaf í -86, sko. Þetta er það sem Call of Er Duty gerir. þetta í við menn. -90? Já, -90. -90. Það er, Armandas hefur nefnilega ekki verið í seinastar Armandas keftið, þá fór hann á móti Elmarfrey, sko. Það var held ég í 90. Já, mitt. En Gunnsteinn, Búin að vera eitthvað í 90, tók náttúrulega 90 bara þarna á móti Sigurinn líka. Já, með mitt. Já, það sé greitt. Hvar verður mótið, segirðu? Í VFBC. Já, Og shit. þriðji dagurinn verður í nýja húsnæði HFH. Já, hei. Þeir eru komið nýtt húsnæði, sko. Já, Ég hlakka geggjað. til að sjá það maður. Já, það er 4. október. Já. Þegar ég er reyndar út á landi þá. Já, ok. Garpur. Já, sko, ég líka, ég Þú bara verður í badningan frí. Já, ég er að spá bara núna með hérna 20. sko, skilur 20. seft, það er bara, ég er bara með minna viku gammalt barn heima, sko, ég veit ekki alveg hversu vinsælt það verður fyrir mig Við tökum að Icelandic boxing á þetta. Já, ég veit ekki alveg hversu vinsælt ég verða eitthvað, hei, ég ætla að fara að taka upp box, en ég ætla að reyna. Nú þarf mamma þín að fara að sponsa okkur. Já, einmitt, já. Og hérna svo Icelandic boxing haldi sinni stöðu. Já, geggjað. Þú finnur ekki til að leysa það af. Já, ég finn eitthvað að lausna á sig vonandi. Já. Við þurfum líka að finna að lausna okkar máli þegar ég er að fara hérna í ykkur náttúruferð til í Þórsmörk. Já, ok. Hvað er þetta að fara Trösta á félögum. náttúruferð? Ok. Já. Það Er það að fara að taka eitthvað annað en svona eitthvað svona öðruvísi sveppið þar? Er þetta eitthvað svona þannig? Er þetta eitthvað svona... grunna, sko. Alltaf þegar ég segi náttúruferð þá bara svona wow, bara eitur maður er bara harðar ásakanir hérna í beinni útsendingu. Já, ég ætlaði ekki að henda þér undir úðuna fyrir ekki. Nei, ég ætla að muna að þetta er fjölskylduþáttur. Já, einmitt. Þetta er fjölskylduþáttur. Það er ekkert age limit á þessum, það er að passa sig, sko. Já, einmitt. Þannig hérna, ég man ekki þegar ég er eitthvað svona upload á YouTube hvort ég haki í eitthvað svona made for kids eða ekki. Nei, ég held að made for kids, þú þarft að haka sérstaklega í það, held ég. Já, ég man ekki hvort ég haki í það eða ekki. Ég er bara svona það sem er minna vesen. Veist, er það ekki ef þú ert að framlega eitthvað barna? Já, ég held að þetta sé þannig, sko. Já.
Ronaldo Matrix Ákveður fæði engin views á þetta Allir 4 ára krakkarnir komið bara eitthvað Allir spjall 4 ára krakkarnir og horfa á Cocomelon svo kemur næsta vídeo og bara dus Já, allt fyrir viewsin maður Allt fyrir viewsin Hérna næsta dagskrá ef við tökum þetta í chronological order væri þá ADCC í Póllandi Fokk hvað þetta verður langur þáttur Þetta verður alltaf langur, við erum komin í klukkutíma 9 sko, þetta verður Já, sæll. Gartnagöl og læti sko. Hérna en sko strákarnir í Bóatýr voru að keppa líka eigum við ekki eitthvað skilaboð frá Herðu, jú, strákarnir voru að keppa í Lettlandi Já, ef við kannski bara rappa upp boxlutunum Já, það er kannski bara sniðugt Já. Hérna, ég fór á stúfuna og heyrði í Nikita Stepanovs þjálfara Bóatýr Já, hann var með eitthvað skilabóð Hann var með eitthvað skilabóð og að spila þetta hérna Já Hello. So this weekend we was competing in Latvia in a very high level tournament which called Olenes Kaus in the city of Olene. This tournament was competing a lot of European champions, contenders and guys who will go now after a couple of months in the Europeans in almost every age class and weight category. This tournament was going 2 days, and from Bogota was competing four guys in the first day, totally from 6. So in the first day was competing Artyom Surkov. He won against Estonian champion in a 3-0, all rounds won. Viktor Zoiga was competing with a very strong guy from Finland, champion of Finland in 70 kilos. And won him by split decision 2-1. Very strong guy. It was very smart fight from Viktor. It was maybe his best performance. Gabriel Marino was competing with Latvian champion. Lost to him by split decision, but fight was crazy. There was like non-stop, all 3 rounds, 3 minutes. I think it was not even 1 second break. Always was throwing punches. Also good performance from Gabriel, but yeah, not like it this time. And also in first day lost our Mikhail Fedorets to Irish guy. Good fight, but Irish guy was a little bit stronger. So yeah, no excuses. We'll come back stronger. So in a Sunday, in the finals, we again had 4 guys because Alexei Tatarenko and smallest Artyom Tishkin went through the final. Didn't have opponent in the first day. So first was competing from us Artyom Surkov. He won again Finland guy, strong guy, but all again win all rounds. Artyom did very good, and Artyom is getting on a really high level. Next one was Alexei Tatarenko, was fighting with Irish champion. They also not fight, but they also went together on European Championship in 2022. So it's a Irish guy, is very strong guy, but Alexei performance was crazy. He just destroyed this guy, no chance, 3-0. Then was Viktor Zoiga in finals with Latvian guy. Strong guy, maybe not technically, but very strong. He's like more like street fighter, but he was winning somehow the Latvian championship. So he meet again champion, and Viktor give him no chance. Also 3-0. Very smart work again from Viktor, and I think Viktor now stepped 2 levels up. It is new Viktor we have now. And the last, our smallest Artyom Tishkin lost to Ukrainian kid, but it was from our guy. It was first fight. He showed good character, and now we know we can continue work with him. He showed really good spirit. Only maybe not enough with experience a little bit, but it will come. Thank you.
Also, I don't know, maybe you should ask them better. Came guys from world class and from what BC, from world class was 3 guys. Já, svona sem bara Heyra í þeim, fyrir hitt sko. En mér skeggja að heyra bara Viktor taka 2 skref, 2 level fram á við. Það líka Martin. Já, ég sá einhver klippur þetta af Viktori, bara hann var bara eitthvað svo step back og fucking smetla gaurinn með tvistinum og eitthvað. Og bara og já, svo var Nikita að segja mér að hann búinn að vera að setja einhverja klippur á TikTok á Bogatyr. Bogatyr komin á TikTok. Það einhverja bardagaklippur þar frá þessu móti. Ok, geggjað. Við þurfum að Ég ekki á TikTok nefnilega, það skellur. Ég hættur á Snapchat en þarf að fara að kíkja á TikTok. Já. MMA-fréttir komin á TikTok og við erum eitthvað búin að droppa vídeóum þar undanfarið, þannig að við hvetjum hlustundu til að followa MMA-fréttir á TikTok. Já, og ég byrja TikTok. Já, geggjað. Þú ert eftir að vera óstöðandi þegar þú byrjar, sko. Það er óstöðandi? Ég held að þú gerir svona TikTok-dansa. Já, kemur sterkur þar inn. Það sem þetta gaman að sketa, því ég á nú einn TikTok-dans nú þegar. Hann þarna fljótandi á internetinu. Já, var það eitthvað 5-lótu formst? Já, ég klæddur upp sem jólaálfur og fekk svona 5 sekundna danskenslu. Bara núna, með sterkar hendur, þegar þú ert eitthvað þeytu út höndunum. Ég bara, já, ok, geðvægt. Flott dans. Herru, þannig að ef við röpum upp það sem hann var að segja, Artem Sirikov vann litauanska meistara innróma á fyrstu degi og vann svo eitthvað finna 3-0 á degi 2 og vantilega vinnur flokkinn sinn á móti. Já, fær gull. Viktor Sóega vann split einhvern efnilegan á degi 1 það ekki? Skildi ekki rétt hann Nei, Artem? tók hann ekki 3-0? Það var þá, já, ég skildi það á seinni deginum. Mér fannst eins og það hefði verið eitthvað tæft þarna á fyrir deginum. En ég veit ekki. Já, var það ekki Gabriel? Gabriel tapaði hann tapaði já, ok. Já, í bardaganum sem var bara ekki 1 sekund að pásu. Já, eitthvað Viktor hafi unnið 2-1 þá. Já, jú, ég mista því. Já. Artem Sirikov vinnur svona eitthvað finna allar lóðunar og stúdar. Tatarenko barðist gegn írsku meistara og rústaði honum. Já. Ég langar svo að sjá Tatarenko boksa. Ég var síðan boksa og bara maður heyrir sögur og hann hefur komið inn einhvern tímann og sparraði manni við Elmar einhvern tímann. Elmar Gauta hjá okkur var CBA sko. Hann leiti, ég veist ekki hvert það var, hann bara einhver fleiri 100 bardagar eða eitthvað, skrifið yfir 100 bardagar og ávist bara að vera eitthvað vél sko. Ég sé að hann sparraði við Elmar Gauta og það skemmtun sko. Það gaman sko. Það bara fyrir ekki hægt að matcha sko á Íslandi, sérstaklega ekki byggumótunum, því það bara, það getur tengt skilu. Það bara engin. Það engin 200 bardagar eins og hann það engin einhvern veginn sem á möguleik í það. Og Viktor leið mér svo þennan lettneska Street Fighter og vinnur hann 3-0. Bara next level Viktor Sóega. Þannig og Viktor Sóega á, hvað sögðu það á? Hvaða barða á hann? Nóel maður. Þannig að við gerum ráð fyrir því að Viktor 2.0. Já, djöðlaka allir sáða maður. Því að fara að taka nolla í ykkur að kennslu. Nolla? Já. Það vann Viktor ekki seinast það? Þegar þeir kepptu? Þeir hefum keppt á þar. Jú, það sé ekki rétt. Jú, geggjað. Er þeir ekki alveg búin að keppa 2 svo nýlega? Jú, ég held að. Ég held að tók jú, eða hvað? Nei, það var William á móti Viktor eða ekki. Þeir eru búin að keppa 2 svo nýlega. Já. William og Noel eru náttúrulega bræður sko. Já. Þeir kepptu Eru þið bræður? William Þór. William og Noel eru bræður. Já, ok. En satt Noel og Viktor mættust í HFH manni. Já. Það var örgulega síðast að byggja móti. Já. HFH? Og rauða dúknum þar. Já. Það svoleiðis. Ég með allavega síðan, gott að geta farið bara að finna þetta. Viktor Sóega, Noel Freyr 13. apríl á þessu ári. Já. Þar kepptust þeir. Kepptir á Íslandsmeistaramótinu. Já, ekki. Þannig að þetta eitthvað heiðuruglega mest ofta. Það var í CBA. Get your facts. Nei, ég held að þeir mættist líka í HFH einhvern. Þeir eru svo sterka minningu að klippa einhverjur klippur á þeim þannig. Það getur vel verið. Ég það má líka milli hluta. Það en gott matchup. Já, mjög gott matchup. Já. Við Your Boxing Smart hættur að fact-checka okkur á komandi kerfinu. Já, ok. Það var bara einhver annar að taka við keflinu. En þeir mætast allavega og við fáum að sjá næstu helgi Viktor Sóega 2.0. Ef eins og Nikita segir í þessum hljóðskilabóðum að
hann sé bara upp 2 level Já, þá veit ég ekki hvað flugvellarsýningu við erum að fara að sjá já, Einmitt. frá strákunum í Búðatýr það er rosalegt sko. Já. Artem og Viktor að level upp sko. Já. Það, þeir mega nú valla við því, þeir eru svo góði fyrir sko. Já. Þannig að það er spennandi að sjá. nákvæmlega heldur betur við ætlum að við uppbyggjum yfir glímuna en fyrst ber að minna á að þátturinn er búið Minigasins heimavelli bardaíþrótta eða stór viðburður framundan á góðum tíma þá veistu að hann er sýndur í Minigarnum já, síðustu helgi var náttúrulega bara UFC París og Golden Ticket þar sem við fengum að fylgjast með Mjölnisstrákunum þannig að næsta dagskrá er annarkvæmt vel tímasett UFC kvöld eða eitthvað boxbarda eitthvað það er bara ekki, ég er ekki búin að setja saman dagskrána að þannig að Kate Steele í desember Já. þannig að við höfum allan eitthvað til að hlaka til og ef þið langar að byrja að æfa bardaíþróttir þá veistu að Reykjavík maðursvarið ný grunnnámskeið hverjum mánuði allar upplýsingar inn á rfkmma.is takk til skrifið og byrja að æfa á Viðarhöfða 2 það var Íslendinga innrás inn í Pólland þar sem að við rökuðum inn verðlaunum á ADCC Trials og Open ég er ekki að taka saman öll verðlaunin sem að við unnum en við kannski gerum það bara jafn óðum hérna en fyrst kannski ber að nefna Jón Frank Jóhannesson sem að kefti í byrjandaflokki mínus 75, þetta hefur verið ADCC Open en þetta er ungu stákur, ég held að hann sé 17 ára æfir í Mjölni hann byrjaði að sigra Artem Kiruta frá Úkraínu með uppgjáttæki en var að vinna þar á undan 2-3 á stigum en bara endur á seppan hann mætti svo Alexander Osimik frá Pólandi minni mig í undanúrslitum og eftir 1,5 mínútu fann hann uppgjáttækið en hann mætti svo Úkraínumannum Alexei Krovichenko hann tapaði sér undanúrslitum og mætti svo Úkraínumannum í bronsglímunni og sigraði á stigum 2-0 eftir 6 mínútna glímu þannig að Mjölnir sótti þar bronsið á mjög sterku móti Baltasar Dilljón frá Mjölni og Vítali Korsjak frá Reykjavík kefti í sama flokki en Vítali endaði á að vinna flokkin sinn Vítali mætti Svíjanum Kristoffer Björk sem er örugglega bara eitt sænskasta nafn sem ég veit sigraði hann með uppgjafataki eftir 2 mínútur tæplega 3 Vítali fór sér 8 manna úrslit og mætti þar Pólverjanum Jan Polanski sem hlýtur að vera pólskasta nafn sem ég hef heyrt á æfinni Vítali segir að hann með söppi eftir 5 mínútur og en var að rústa á stigum það með 9-0 eða eitthvað í undanúrslitum mætti Vítali og Mjölnismannum Baltasar Dillján og sigraði hann með söppi eftir 3 mínútur og Vítali gerði svo lítið fyrir og sigraði Spánverjan Dítak Morales 3-0 á stigum gullið heim til Íslands Sæll Svakalegur hann er rosalegur hann bóksar á hefileikamótunum, hann fyrir út af ADCC hann fyrir og rústar gaurum á Kate Steele Vítali Korsjak er one to fucking watch Baltasar Dillján fékk bæ í fyrstu umferð eða 3 sigur, mætti svo ungverjunum Bóthond Apro sem mætti ekki til leiks þannig að Baltasar fekk þá bara 3 sigur aftur fyrsta glíman hans Baltasar er þá gegn Vítali hann mæti bara kaldur bara og Vítali er bara sjóandi heitur og söppa menn Baltasar tapar þeirri glímu fyrir beint í bronsglímuna og sigrar þar Rúmenan Valeriu Satapei og þannig að önnur bronsvölin komin 2 brons og 1 gull í höfn Hekla Friðriksdóttir sigraði Elizabeth Christey frá Perú með uppgjáfdagið eftir þegar voru 11 sekundur eftir að glímunni hún átti svo að mæta Antonio Vitsey frá Þýskalandi en hún mætti ekki þannig að Hekla var það bara komin í úrslit en hún tapaði þar gegn Kinga Stephein frá Pólandi og Hekla tekur þá silfrið í sínu flokki Bæng, 2 gull, 1 silfur 1 brons 2 brons, 1 silfur, 1 gull komið Vilhjálmur Arnarsson Vili Törtul átti að mæta Paul Skretschmer sem hlýtur að hafa verið frá Þýskalandi eða Sviss en hann segist vera frá Suðurskautslandinu sem að mig grunar að sé djók en gefið að hann mætti ekki í glímuna þá hann alltaf ekki bara fastur heima á Suðurskautslandinu veðurteftur en Milli mætti svo einhver hot prospect frá Englandi Thomas Berry en Thomas náði bakinu að svilla alveg að loka meðrunum í glímunu og vanns glímuna 6-0 ég stenglimti að fara yfir glímufræðin hans Ernesto en Ernesto tók silfrið í sínu flokki en hann hefur líka skráð sig sem Úkraínumaður inn á mótið og þess vegna ekki komið upp inn í Íslendingaflokkina
Já, ég sá einmitt mynd af honum úti. Já, en það hann var var spurði. grautfúll á verðlaunapalli, ég hef aldrei segið jafn fúlan mann Í á alvörunni? verðlaunapalli, sko. En hann tók silfur. Það hefur verið 2 brons, 2 silfur og 1 gull. Það sounds about right. En ég myndi sá einhverja klippur þarna af Ernest, sko, hann var bara að fleia mönnum fram og tilbaka og alveg Já, lukkaði það. alveg bara eins og algjör skepna, sko. Hann hrikalegur. Já. Ég nenni ekki að glíma við hann, sko. Ég hef glímt við hann og ég nenni ekki að standa á mótinu. Og ég sest bara á rastinn og hann bara svona kartvílar yfir mig og ég ætla bara cowabunga, dude, skilur við. Já. Menn fara bara í ykkur helljastökk og bara, þú veist, handan hlaup yfir þig. Maður bara, já, ok, hvað á ég að gera? Ég er 35 ára sköllóttur, sko. Já, hann er skepna, sko. Hann er þokkalist Það er svona ógeðslega næs gæi, sko, svo það er búið að læsa búrinu, þú veist, Já. þá bara kemur einhver motherfucker í ljós, sko. Já. Þú veist, bara í þessum barda þarna við Kate Steele daginn. Rosalega. Maður var bara hrættur Já. að horfa á hann, sko. Já. Þetta er bara legit scary motherfucker. Já, og svo var hann alltaf bara, thank you, brother, thank you, brother. svo bara geðveikt Þegar hann er búinn að bara nice. klokkar inn, einhver bardaði byrjar, hann fucking stútar þér, þá getur þú bara gefst upp grándi og hann bara, thank you, brother, Já. thank you, brother, respect, brother, you did so good, brother. Og hann bara, þú er bara að gaslæta mig, ég stóð þig. Og hann bara stútaði mig. Þú er bara að segja þetta svo ég nenni að glíma við aftur. Já. Þannig að, gjörsamlega geggjaður. Ég óskaði öllum til hamingju með árangurinn. Já, þetta er rosalega flott. Hoppum upp almennilegri greiningu á ADCC-förinni hjá Íslendingunum. Við erum náttúrulega með skilabóð frá Krumma líka, sko. Já, við erum með skilabóð frá Krumma, þannig að endalega vippaði þeim út og Við bæðum út. já, whip it out. Presented. Hérna er að Hrafn Drangsson skilabóð frá honum. Já. 5 ári. Hæ strákar, summary fyrir ADCC Europeans Open og Trials. Basically við fórum út með 4 keppendur, það var Hekla, Ernest, Vitali og Róma frá Reykjavík sem var vilji líka að keppa og 2 strákar frá Mjölni, Jón Gunnar og Baltasar. Hekla enda á palli með silfur og beint í undanúrslit og vann klímun þar á Rare Naked á móti aðstæðing frá Peru og síðan eftir á móti ítalskri stelpu sem var með mjög gott guard game og sem náði hann í armbar úr guard og þegar hann var að reyna að passa stóð sér bara mjög vel en bara geggjur reynsla. Ernest endaði í öðru seti átti rosa öflugar viðureignir rosa köst og svona en lenti síðan á móti mjög sterkar mann þegar hann gífur úrslitunum og tapaði. Vitali tók 4 glímur og tók allar með submission nema síðustu í úrslitunum sem hann náði að klára náði að negla inn á 0-0 alveg fram í lok tímans og náði klára á næstu stig fyrir Mount bara á seinustu 3 sekúndum. Þannig að það var mjög spennandi. Róma lenti í öðru sæti, 4. sæti fyrirgefi. Vann eina og tapaði síðan 2 stigum. Lenti bara undir og var í smá basli. Stóð sér vel framan af, gasaði. En bara, já, frábær reynsla fyrir þá alla og Heklu líka. Strákarnir komu rosa seint, það er svona helsti lærdómur fyrir þá. Þeir lentu bara eina seint kvöldi á föstudaginn og fóru beint að keppa, fóru allir bara búin að sofa í einhverja 3-4 tíma. En þetta var bara skemmtilegt mót, rosa mikil bíð, þurftum að bíða alveg þangað til bara seint kvöldið og já. Annars var viljið náttúrulega að keppa í Trials, það er að segja í atvinnumannaflokknum sæti á ADCC 2026 sem er líka haldið í Varsjá. Hann datt út í fyrstu lotunni á stígum, misti bakið á sér alveg undir lok glímunnar sem í viðureign sem var bara mjög góð á móti alveg bara svona top prospect frá Englandi. Það stóð sér rosa vel. Bara hvernig hann þarf bara að vinna og hann kemur bara aftur sterkari í full trú á honum. Síðan voru 2 strákar frá Mjölni eins og sagði hann, Jón Gunnar og Baltasar og þeir lentu í öðru og voru báðir
með brons í sínum flopp. Ég hotnaði þá, við vorum bara innir en út og bara fyrir sig gaman, flotti strákar. Baltasar með buggy choke sem var skemmtilegt. Jón Gunnar grjótharður meiddist hana í undanúrslitunum út af armbar sem hann lenti í og en hélt samt áfram og tók bronsklimuna og vann hana. Bara mjög vel gert. Já, nú bara aftur í gymið og halda áfram vinna. Geggjað. Bang. Geggja. Já. Herru, þetta var skemmtilegt. Margt af þessu var eitthvað sem hefði komið fram áður, en alltaf gaman að sjá buggy choke. Já, það er gaman að fá það. Já, Gaman að sjá það. fucking buggy choke. Já. Biggi, hvað er buggy choke? Þú einhvern veginn setur fótinn einhvern veginn svona yfir, bara eins og var gert þetta sjálfsönnum. Já, Já. 100% til þér. Þú einhvern veginn setur fótinn og einhvern veginn. Já. Já, Og þetta svo er setur hendin einhvern veginn á milli og einhvern veginn klemmi það og einhvern fótinn og höndin undir. þetta er svona og fast eitthvað. Já. undir í side control einhvern Já. veginn. Þetta er ógæslega skemmtilegt. Já, ok, geggja. I know it when I see it. Já. Já. Herru, og Jón, hann kallar hann Jón Gunnar, hann heitir nú Jón Frank. Jón eða? Frank, Já, já. Jón Frank. Kannski Einar Gunnarsson, nei, hann er Jóhannesson. Þannig, Jón meiddist í armbar en fer samt inn í bronsglímuna. Já. Sigrar hana bara middur. Það er grjóthart. Það er grjótart. Síðust með, ég held með þess að sko, annar er með eitthvað flottasta möllett sem ég sé í langa tíma. Já, það. Já, ég held að, ég er ekkert rosalega góður í svona hárgreiningum sko, þegar ég var að hætta að pæla í þessu. En ég túlkaði þetta sem að hana geggjaðan stíl. Það er geggjaðan hárgreinstastíl. Jón Frank ekki sá sem að feikaði að hann væri átt á móti Haldurinn. Já. Clever devil. Jú, hvort að það sé ekki rétt. Já. Jú. Það var geggja múf. Það var Svo bara geggja múf. Jú, hvort það passi ekki. það er Einmitt. Hann gerði gott á Atlantic. Já, það er rétt. Ég var búinn að steingleyma í samantekninu minna Roman Korczak, sem er litli bróður hans, Vitali Korczak. Hann hafi verið þarna líka. Ég skrifaði það í pre-prep greinin en steingleymd honum eftir á. En sá gæi, 15 ára, en næstan bara, hann er rumur, sko. Það er, Want to watch. já, það er gæi sem hann geti gert hluti, sko. Hann endar líklega í einhverju svona light heavyweight, hann er hann eldri, sko, spurning hvernig hann þroskast, sko. Já. Það virkar, sko, annarkvæmt er hann bara búinn, kannski er hann bara þroskast, skilju, og hann er bara búinn að taka út stækkunum sína. En ef hann stækkar meira á þessum 17-18 ára aldri, skilju,
Djöfisvesen maður. Hljóðið datt út. Já. Hvað? Herru, svona, maður sjá, við fengum ábendingu að það hefði vantað hljóð. Djöfislega Arnór duglegur maður. Já, Er hann með þetta bara lás? já. Öðru leikar. Þannig að ok, þannig að þú ert í rauninni þú ert hluti af undirbúningunum þeirra strákana að þið fáið til að spara við sig. Já. Og hvernig fannst þér að stíga inn í búrið með Andri Smára og Steinar Bergs? Það var bara svolítið óþægilegt. Óþægilegt. Verðið að játa, sko. Á hvaða leiði? Bara erfitt að standa fyrir framann einhverja menn sem að reyna að lemja mann og maður getur lítið gert tilbaka. Já. Mér var svo fyndi, sko. Eða, sko, ég held að þetta eitthvað svona búm, búm, smá sparr, eitthvað, þú veist, gaman að vera menn, en þú einhvern veginn hliður bara í eina mjög þunga... Þú sagði þetta, en ég sá það ekki þegar ég fór að horfa á þetta vídeo. Ég held að þú Sko, Anton Smári byrja bara svona að stolka mig, hann bara, þú veist, og það bara byrja að negla low kicks og negla body shot og eitthvað. Já. Og þetta var bara, got real quick, sko. Já. Ég vil með það að meina að þú hafi svona made it real. Já, það. Já. Ég á það til að gera það. Já. Þetta er svona bad habit sem ég á, að sparra eitthvað miklu betri og ég er bara svona... Og ætlar að steppa upp á hans Já, ég er level. bara svona, þú veist, ég er svo svona spenntur að byrja Já. að ég bara svona, þú veist, lendi einu góðu jabbi Já. og kveiki bara svolítið á þessum strákum, sko. Já. It's my toxic trait. Þú einmitt svona... Já. Einmitt. Já. En mér fannst það ekki, þegar ég horfði á vídeoið Já. eftir á, Já. þá var ég ekki að sjá það eitthvað, ég hefði eitthvað nelti eitthvað til að byrja með, sko. Nei. Ég reyndi eitthvað low kick, ég veit ekki hvað svona fundi fyrir því. Svo byrjaði hann bara að stólka mig. Ói, hvað það fyndið. Og þetta endaði á því að þú endaði með einhver handameðsli. Já, maður, goddamn. Já. Gjöfisvesen. Og fékkst viðnefnið Stunukongurinn. Bara núna frá þér. Nei, Nei. frá hlustundum þáttarins. Já, frá